Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu 18. júní, það 50dagskvöld, blíðviðri úti hér sunnan heiða og góði gestir með mér í stúdíónu, Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Þið hafa væntanlega tekið ríkan þátt í þjóðhátíðardeginum í gær, ef ég þekki ekki rétt, Ásdís Olsen? Já, það var svo gaman hjá mér og þegar dóttir mín var fjallkonan í Hvalfjarðarsveit. Var hún? Já. Til hamingju með hana. Skemmtilegt. Hún var kynnt sem nýbúin. Nýbúin? Já, hún nýbúi í Hvalfjarðarsveit. Þau voru að flytja upp í sveit. Já. Og ég að fá að kynnast þarna mjög áhugaverðu samfélagi. Þar sem að þau eru og ég fæ stundum að vera með þáttakendur í alvöru svona sveitamenningu. Já, skemmtilegt. Já, hún komið barnakórinn í kirkjunni og orðin söngkennari í hann út alla sveitir. Frábært. Þurfti hún sjálf að semja eigin ræðu, ávarp? Sko, hún fekk nú pappa sinn til þess. Já, það var, en hún hefur nú samið sjálf alls konar og verið með að segja, fengi íslensku, tónlistarverðlaunu fyrir, plötu ársins með eigin textum og svona. Þetta ekki Álfheiður sem með þátt á föstudagskvöldum? Nei, þetta hún Brynhildur, systirinnar. Já, skemmtilegt. Já. Þannig að þú varst bara í menningunni í sveitinni. Já. En þú, Gunnar Smári? Ég var niður í bæ og ég bý niður í bæ, þannig að 17. júní svona eins og menninganótt þegar fólkið útkvæðunum kemur niður í bæ. Já. Þannig að þetta ekki alveg okkar dagur. Nei, þetta vondur dagur. En ég skoist út í búð og svona, en ég rappaði skrúðgöngura bara með póka úr bónus krónunni. Mér sagt hún að vera fámenn, skrúðgöngur. Skrúðgönga? Það ekki? Ég veit ekki. Það var aldrei verið vinsalar einhvern veginn í minni í fjölskyldu svona skrúðgöngur. Börnunum mínu hefur svona frekar verið nöfnuð. En það eru skrúðgöngur og líka mótmæli. Maður stundum að reyna að draga börnum með sér að mótmæli. Já. Ef þú ert lágvaxinn, þá ertu meira að horfa í rassin á næsta manni. Það ekki hægt að bjóða börnum upp á það. Nei. Þannig geta skrúðgöngur og mótmælagöngur verið. Þetta var svona Groundhog Day, það var sama fólki var að skrifa á Facebook hvað 7. júní hátíðarhöldin væri í rauninni misheppnuð og þetta hefði allt verið miklu betra í gamla daga. Samt gerum aldrei neitt í því. Ég menn eftir einu 17. júní, þá var ég að vinna, þá varum við á Fréttablaðinu, þá var Fréttablaðið á Suðurgötu 7 eða eitthvað. Það var hliðin á Rauða húsinu sem að margir kannski þekkja. En það skiptir ekki máli. Ég var alltaf að vinna á 17. júní en það var alltaf mikið að gera við að koma þessu Fréttablaðið einhvern veginn áfram. Og ég bara skrif eitthvað svona, svo horfi ég svona út úr gluggan og þá sé ég yfir bílaplanið hjá Happdrætti Háskólans. Þá gengur Tóti Trúður eftir, frekar dapur svona, orðin gamall, gengur svona framjá og fólk hittir að enginn svona kippir sér beint upp við hann. Og mér fannst það þá, þetta myndi mig eitthvað á 17. júní æsku minnar, sem með eitthvað svona sorglegt við að Trúðurinn einn að labba heim og öllum sama kannski. Já, búin að skemmta. Börn með svona, hvað heitir það, kandifloss. Kandifloss var nú ekki þegar ég var ungur. Kom seinna. Já. En pulsur í köldu brauði. Já. Það var, þá voru íþróttafélögin voru að selja í svona tjöldum. Sykurhúðuð epli, manstu þetta þeim? Já. Voru það aðeins fyrir þínu tíð? Já, ég gæti þóst mun eftir því. En ég sá eitthvað nefndi þetta á Facebook. Já. Ég kveikti ekki alveg. En sko, ég bý við hliðin á Hljómskálagarðinum. Já. Og ég veit nákvæmlega hvað tónlist boðið upp á alltaf á 7. júní því að hún kemur bara beint inn á gluggann, sko. Bassin allavega. Nei, bara allt saman. Og þetta algjörlega menningarsnautt, það verður bara að segjast eins og það engin listræð, það ekkert listrænt element, það engin hugsun, það bara okkur þarna verður eitthvað að krökkum, gefa þeim eitthvað og eitthvað að unglingum og gefa þeim eitthvað. Þetta alveg glatað. Þú að Páll Ísólfsson stjórna þjóðarkórnum og Arnarhóli. Já, sko, þegar hún nefnir Páll Ísólfsson, eru þeir ennþá með girðingarnar á Austurvelli morguninn? Getur almenningur tekið þátt í hátíðin fínafólksins? Ég sá það ekki. Það áhugavert. Ég hef ekki velti fyrir. Það var gert af fyrir 2-3 árin. Ég veit ekki hvort maður getur farið. Búsat. Já. Ég hafði þú stendur mjög langt frá. Þú stendur í það svona ytri gangstétt. Ferðu að horfa á kannski
Stundum er forsætisráðherra. eitthvað sem að rópar eitthvað, skammir. Já. Æ, en Það þarf að vinna verulega það í þessu pólitík í koncept. þessu líka. Já. Ég hef ekki hugleitt þetta, því, hvað gerir þú, Björn? Já, ég hlustaði þarna á lögin frá hljómskólagarðinum og bölvaði þeim á samt konunum minni. Það er svolítið öðruvísi að búa niður í bæ, sko. Við vorum í stórhengirningu og svona alls konar aðtast í garðinum og húsinu. Þannig að ég gerði ekkert annað en það, bara bölva músikinni sem barst úr hljómskólagarðinum. Æ, hvað sér, já. Kannski er ekki sátt í þjóðinu það hvað við erum og hvernig við höfum hvað tengir okkur saman og flera. Ég bý í fjölbýlishúsi, það er normaður sem að hérna er á efri hæðina. Hann kom til mín og sagði, Akureyri er svona lélið, ég haldi upp á Þau eru þjóðhátíðardag. frábær, hefur verið 17. maí í Noregi. Hann er að segja mér það, hvernig þeir gera Það er þetta. stórkostlegt. Bara, þú veist, hann botnar ekkert í okkur. Það er líka eitt sem er fallegt við það að því að fólk er í þjóðbúningnum svolítið. Eitthvað var haldið fram að það værið að aukast. Já, það er Já. eitthvað. En í bara Noregi þá er ekki þjóðbúningur, heldur er þetta allt héraðsbúningar. Já, skemmt. Þannig að fólk mætir hérna í þeim búningi úr Tilheyrir þeirri sinni sveit sveit. sem að það kemur úr. Ég var í svona vesturlandinu, ég man ekki alveg hvar ég var hérna þegar ég var, en ég þvældist að þessu og ég fór einmitt í svona hvalferðarsveitar hérna samkomu. Hún var algjörlega dásamlega, hún var eins og svona fermingavisla og með svona hlaðborði og allir komið með sitt. Og ég táraðist þegar þjóðsöngurinn, dóttir mín stóð þarna á sviðinu og kórinn söng þjóðsönginn og það alveg lágu tár. Því trúi ég. Og það er mjög Maður er að áhrifaríkt. leita þessu. Já, það Ég voru finn þetta ekki tilfinningar, sko. hér í Reykjavík á 7. júní. Nei. Ég fann þetta austur í Mývatnssveit þegar ég var krakki. Ekki á Akureyri, það eru ömurleg 17. júní þjóðhátíðaröld á Akureyri líka. Þau eru enn verri heldur en hér, sko. En við þurfum einhvern veginn að gera okkur í brúk. Já, eða Lyfta bara þessu á hærra fara í sveitina. Það er kannski bara, Halda bara upp á þetta í hverfónum og já, einhvern tíma var það tilraun, það var svo dreift út allt. Þetta verður alltaf verið einhvern veginn að vera að svara einhverju tuðinu frá því í fyrra. Það skal alltaf búin til þannig og smátt verður fjarað út. Einhver leiti vegna þess að það eru menningarnótt og geibrætt eru bara stærri hátíðir og tekið svolítið svona glansinn af 17. júní, þannig að 17. júní situr eftir svona og veit ekki alveg hvað hann ætlar að verða þegar hann er stór. Mér finnst gott sem einhver sagði á Facebook í gær að menningarnóttin væri orðin það sem 17. júní var áður. Og þá sagði einhver, en menningarnóttin markar lok sumarsins og mig langar í einhvern menningarviðburð miðjan júní sem fagnar sumrinu. já. Mér finnst þetta góð rök. Já, Var eitthvað við En þetta? oftast er rigning. Já, það hefur enda verið svo óheppilegt að við gerum ekki einhver ráð fyrir að fá samilegt viður á þessum degi. nei, einmitt. Þannig að hérna, já. Já, en þetta var það. Þetta var 17. júní, Vonumst umræðan. eftir hérna betri tíð næsta ári, ég held að... Fjallkonan fór með texta eftir Braga. Já, það var reyndar alveg stórkostlegt ljóð að mínu mati. Ég sá þetta var kallaður texti eins og hann hefði ekki vilja að kalla þetta ljóð. Mér finnst þetta frábært. Þetta var það sem Já, að ég reis upp úr. mist af þessu. Hvað var hérna Það var fjallaðum? eitthvað þraskjarnan þjóð. Já, Já, það Svolítið- var húmor. já, það var allur fjandinn. Húmor, hlýja, ábyrgð, Já. brýning. Já, mér finnst það gott, vel orð. Ekki þér, ósamlega. Ha, Ertu ósamlega? ég veit ekki. Mér finnst það svona, ég var að velta fyrir mig hvað það væri. Ok. Þetta er svolítið svona, minni mig á svona áramótasköp svona fyrir það svona að vera að tala um hvað við séum eitthvað, pöpullin séu ómálur. Já, það má alltaf ekki ganga langt í því, Gæti staðið eitthvað betur. Að færa Ég hefði ábyrgð. getað staðið mig betur í vetur. Já. Þetta er góð punktur, það má ekki færa ábyrgð valda og fína fólksins yfir á grannar herðar almennings. Mér finnst Það er alveg það rétt. svona stemmingin Það er alveg rétt. í nútímanum. Þurfum að vera vakandi fyrir því. En það verið gaman ef að fjallkona kæmi og myndi sko hrauna yfir, Sko ég Stjórnvöld. hugsaði þetta eins út í ég er nú svona pönkari og horfa á biskupin og segja betur hvað. hvort þetta þurfa að vera svona stíft. Ertu Þetta er svona- pönkari? Já, ég er pönkari. Ef að- Lítið ferði vel með það. Mér finnst allavega gaman að gera hlutina öðruvísi. Þið veitir, svona aðeins að velta því fyrir mér, akkur þarf þetta að vera Já. svona. Fínt. Og ég velti fyrir mér þegar að þetta var svona í Hvalfjarðarsveitinni mjög kannski hefðbundið og hún sem að er hérna, hún er pönkari sko, mjög var í pönkljónsveit og Ok. sem hétt Hormónar en hérna, en hún var svo prúð og mér fannst svo áhört, ég var alveg veltað fyrir mig, gerur hún eitthvað? Já, ég veit. Og því ég hefði alveg haft gaman að því og hún hefði eitthvað, þá var ekki nema, hæ, og veist, eitthvað aðeins, hérna,
En hún gerði þetta alveg fullkomlega eins og lög gerir ráð fyrir trúlega. Já. Ég fatt allt inni, ég hef skoðun á ljóðinu sem Fjallkonan fer með. Að ég hef verið svolítið að endur sig að ljóð og byrta á Facebook. Já. Og meðal annars eftir Lárviðar skáld, bæði Breta og Bandaríkjanna. Ég veit ekki alveg hvernig þetta annars þar. En þessi hefð allavega þar og ég hef margir þekkt þetta. Í Bandaríkjunum þetta valið til, gott ekki bara 2 eða 4 ára. En í Bretlandi þau í 10 ár og rúmlega það ég vil. Og við erum náttúrulega skáldaþjóð og einu sinni var ekki hægt að halda hirði í Noregi eða Bretlandi nema íslensk skáld. Ég var að við ekki með skáld. Þú veist þeirra einhvern veginn hirðin lendir ykkur vandræðum. Sjáið, þeir eru hættir af íslensk skáld í Noregi og í Bretlandi. Er í lagi með hirðina þar. Það er allt í ykkur tómu tjóni. Þannig mér finnst það að vera hirðskáld á Íslandi þannig að ef að forsætisráðherrar og fleiri eru bara í vandræðum. Hvern kallar á? Það kallar á skáldið. Af því að ljóðið náttúrulega leið til þess að orða eitthvað sem næstu því ekki orðið hugsað og hefur ákveðin tilgang. Það líka inn í ljóðinu. Það fer eiginlega best að flytja hugsun aftan úr öldum einhverju slíku í gegnum ljóðið og við eigum líka ljóð sem að hafa varðveitt bara frábæra hugsun öldum saman. Og mér finnst að við sem svona skálda við vorum skáld, ég veit ekki hvað þau séu það núna, kannski vill ekki vera skáld núna, kannski einu sinni áttu við þjóðskáld. Já, mér finnst það svolítið áhugavert, ef við ættum þjóðskáld bara. Þannig að við værum öll að hlusta á sömu ljóðin, getum einhvern veginn tala út frá þeim. Það er eitthvað fengið að hlutverk, þú ert þjóðskáldið næstu 3 árin og þú semur fyrir Fjallkonuna, þú semur hann að láta alltaf forsætisráðherra að hlaupa í einhverju panik út á bókasafn að fletta upp í Hannesi Hafstein eitthvað eitthvað. Verða að láta þjóðskáldið skaffa ljóðmælin. Þetta nú fallegt að það eru augljóslega bæði internetið og gervigreindin hefur farið fram hjá þeir. Láta einhvern hlaupa niður á bókasafn til að fletta upp Hannesi Hafstein. Nei, það er nefnilega annað sem ég hef velt fyrir mér. Af hverju tökum við ekki öll ljóð sem hafa verið ort á íslensku og setjum í eitthvað svona grunn. Þannig að maður geti flett upp ljóðum. Það er nefnilega, getur verið þrautinni þyngra að finna ljóð. Það er bara... Það er nú til einhver vefur sem geymir... Það er það sem þú getur lagt inn ljóð. Já, er það þannig? Svoleiðisvefur. Já. En sko, þú ert að tala að skáldið, það mætti fara meira fyrir því. Sama sömu sögu mætti segja fíblið. Já. Endur við ekki fíblið? Þessi formlegt, hver er fíblið? Trúðurinn, við þurfum fleiri trúða. Þetta er áhugavert. Já, ekki bara droppa út. Þetta liggur allt í fortíðinni, sko. Það er fólki sem var undan okkur, það vissi hvað við þurftum. Við erum með eitthvað annað form á þessu trúlega í dag. Það náttúrulega eru svona einhverjir sem að semja gamanmál sem að eru þá kannski gera, er það ekki? Einhverjir þættir sem að eru að gera grín. Það er að velja það vel, sko. Eins og við vorum næstuð að tala við áðan að þeir sem eru með gamanmál í dag, að þeir eru frekar að gera grín að almenningi, frekar heldur en konginum. Já. Og við viljum, það er ekkert vitið að hafa fíbl nema hann hýja á kongin. Sko. Það þarf ekki fíbl til þess að hýja á pöpulinn. Sko. Já. Þannig það er að velja fíbli vel. Getum haft svona, segjum að væri bara viðburður 17. júní. Að nú hefur við ákveðið það að Ásdís Olsen hefur verið valin þjóðskáld næstu 3 árin og Björn Þorláksson er fíbl næstu 30 ára. Já, fíbldagsins að næsta kosti. Þetta væri þannig viðburður, það væri, og menn gengju með viðeigandi höfuðfutt. Já, við þurfum, það eru hugmyndir allavega, það eru hugmyndir í gangi. Ég var einu svona hirðfíbl á Grímuballi sem barn. Ógeðslega gaman að vera með svona bjöllur sem heyrist alltaf í. Já, ekki frelsörgla, mega bara vera fíblir. Jú, svo var hann skuggalega þegar mamma ákvaði ég í tígulgósin. Ég var held ég 10 eða 11 ára gamall eftir að hyggja mjög dúbíusval. Hvað þýddi það? Tígulgósin. Já, spilið. Já, en þú heldur að það hafi verið upp á brýtsferlinum. Já, við segjum það bara. En Gunnar Smári, ég held að þú veitir nú bara jafnvel meira þátt kvöldsins heldur en ég. Hvað verður í honum? Aftast í þættinum að þá verður bekkurinn sem að Sigurjón Magnús sérum, hann færi Víði Sigurðsson eins og síðast, það var vakti athygli og ég býst að þeir allir tala bara HM og
íslenska fótboltan. Ertu eitthvað að horfa? Já, ég að súast það inn. Mér finnst það eitthvað við HM sem að veldur því að ég mér finnst líka gaman að það svona ákveðis, það svona sögur í þessu sko. Já. Og ég var eitthvað að velta fyrir mér í gær til dæmis að því að það eru 32 ár síðan það var í Bandaríkjunum síðast, 94, að þá var mjög sterkt lið Nígeríu og árið, eða keppnin áður, 90, það hefði verið Kamerún slegið í gegn og þá fannst manni, og ég man að það voru margir, ég held að Platini mér þess að hafa verið að segja að upp úr aldamótu þá yrði tími Afríkuþjóðana. Já. En það hefur ekki orðið. En það sem hefur breyst að á þessum tíma þá, ég held til dæmis að liðið 90 frá Englandi, að þá hafi John Barnes verið eini svartimaðurinn í liðinu. Já, nú eru svona helmingurinn af Bretunum eru svartir, það hefur gengið miklu hægar, það allir held ég svo til allir, í Frakklandi og megnið í Hollandi og Belgíu og víðar. Þannig það sem hefur gerst í staðin fyrir að sko Afríkuliðin myndur rísa upp, að þá hefur sko mannskapurinn hefur farið og búið meðal annars til þetta franska landslið sem ég held að á síðustu 7 mótum hafi þeir verið í úrslitaleiknum í 4. Rósalega. Pælið því. Að þeir hendi úrslitaleiknum núna. Það getur hver og einn fundið sér sitt og mér finnst dæmis breytingin sem hefur orðið frá því að ég æfði fótbolta og við vorum allir í svörtum fótboltaskóm og eiginlega allir Adidas sko. Núna þetta í öllum litum, bleikir skór. Mest bleikir teknílum. Heyrðu þetta með sjálfströstið, eykst við að vera í litum skó? Já, ég hjó eftir því. Hver sagði það? Það var einhver fræðingur sem hafði reiknað út að fólk, knattspyrnumenn í bleikum fótboltaskóm eru með meira sjálfströst en aðrir. Ég veit ekki hvernig það fór að því. Já, ég veit ekki hvort það eru skotnin sem gerðu eða þeir voru svo kjarkaðir að þeir sýndu það með því að vera í bleikum skóm. Ég held að það sé nýjasta mótilið sko. Okay. Þannig að þegar þú leipur inn á, allir í nýjasta mótilinu nema þú. Það brýtur því. En svo bara Messi kemur gamall kall inn á í fyrsta leik og skora 3 mörk. Það er alltaf einhver stórkostleg fegurð í. Það er eitthvað sem svona karníval. Já. Þá er HM alveg í sérflokki. En hvað með þig? Horfðu þú á HM í fótbolta? Nei, en það er í gangi á heimilinu og ég svona veit aðeins af því. En ég gæti alveg orðið spennt, sko. Ég bara gef mér ekki tíma í það. Nei. Eins og ég segi, við rættum það daginn, sko. Ég myndi trúlega frekar velja Love is Blind. Já, ég veit. En hljóðrás á fótboltaleik er ekki skemmtileg. Nei. Það er svona eins og hljóðrás á hryllingsmynd eða eitthvað. Það er sumt eiginlega betra að annað gott að horfa eða bara ekki vera nálægt. Ég veist að fótboltina skiptir máli að vera inni eins og vita hvað þessi kallar heita og vera svona, þú veist, þekkja svolítið vel til þess að hafa ennþá meira gaman að þessu. En spilarðu golf? Já, ég ger það reyndar. Og í kvöld er Íslendingur á US Open. Já, hugsaðu ykkur það. Það er svakalegt. Já. Þannig að það er verið spennandi. Verður gaman að fylgjast með því. Já. Hefur, hvað verður fleiri í þættinum? Já, það er hún Ragnhildur Davíðsdóttir sem hefur verið með efni hérna hjá okkur svona einu sinni í viku hún ætlar að fá Ingibjörgu Ottesen, ég held hún að það fengi hana bara vegna þess að henni finnst það svo skemmtilega á Facebook þannig að hún ætlar að koma hérna og yppa gogg eins og sagt er. Ingibjörgu Ottesen, er hún ekki áskrifandi á samstöðinni? Já, hún er dyggur hlustandi og áhorfandi. Gott er nú ekki, sko, hún var að 2-falda áskriftagjaldið núna fyrir nokkrum dögum og hún er svo ánægð með samstöðin. Kassir. En hún kemur hérna og ætlar að hérna segja frá sjálfur sér. Nei, bara að tala samfélagið. Já. Hvað segir við hérna? Hún ætlar að tala sjálfan sér samfélagið og heiminn. Já. Þannig að það verður skemmtilegt samtal. Ég ætla að slá á þráðin til Þórs Hilmarssonar sem er prófessor á Akureyri. Trump var að gera uppgjafasamninga við Íran. Já. Þannig að Íran fær eiginlega allt sem að þeir hafa óskað sér. Hann ríður ekki feitum hesti frá þessu brölti. Nei, þetta er mjög sérstakir samlingar og þetta er vegferðans með að fara í þetta stríð hefur veikt Bandaríkin styrt Íran eiginlega skilið Ísrael eftir í afleitri stöðu þessu heimsluta og hérna Hilmar allar að lappa í gegnum þessi, ég man ekki hvað þetta er ekki 17 eða 14, þetta er 14 ákvæði í þessu samlingi og svo spjallum við bara afleiðingarnar og hvernig stendur á þessu að þessi stað er komin upp. Alltaf mjög fróðlegt að heyra í Hilmari. Þú að tala við ráðherra? Já.
það ESB-málin, það hitnar alltaf bara dag frá degi og hún kemur hingað, hún Þorgerður Katrín og ræðir ítalega við mig utanríkismál og ekki síst svona hittan í ESB-málinu. Þetta hátt í klukkstundar viðtal og við tókum það eldsnemma í gærmorgun 17. júní. Það var eini tíminn sem hún sagðist hafa lausan fyrir okkur. En þetta að mörguleyti myndi ég segja áhugavert viðtal. Við erum ekki mjög formuleg. Þetta svona, ég held að við séum bara svolítið að tala þarna saman sem tvær manneskjur. Og þannig að ég bara vona það að einhver hlustendum og áhörfendum líki þessi afurð. Það er ekki launungamál að mín skoðun svo að að það sé ágætis viðhorf að segja já í ágúst. Þú ert alltaf að færast nær og nær því, Nei, ég hef alltaf verið ákveðin að segja já í ágúst. Já, okay. En það hefur bara ekkert með það að gera hvort maður hefur einhverja forsendur til þess að meta það hvort maður segir svo já ef við sjáum samning. Og En ertu meira já núna eftir að hafa talað við Þorgerði? Nei, ég var alltaf já, sko. Ég var brjálaður 2016 þegar Gunnar Bragi sendi þetta slitabréf. Ég hef alltaf viljað það. Ég vilja þetta frá 1990 eitthvað, sko. Eðlilega. Það eðlilegt að sæmilega upplýstar þjóðir. Þeir fá að vita. Svolítið ólíkt Evrópusambandið núna 1990. Það voru í Evrópusambandinu alls konar vonum að það myndi leiða til einhvers. Nú Evrópusambandið bara eitthvað. Já, en ég samt þól ekki svona í Póllandi og Ungverjalandi en ég þól ekki svona anti-vísindahyggju eins og hefur verið á Íslandi í þessu máli að við viljum ekki vita hvað boðið upp og ég þól ekki svona. Já. Þetta ekki boðið, finnst mér. Þannig að ég vil bara halda því til að haga áður en þegar horfið á þetta viðtal. En já, erum við þá bara að vera góðið eða? Já, ég allavega, en ég ekki með neitt í Nei, þú ert ekki með efni í kvöld. Þú ert að taka helgspil á morgun. Ég að taka helgspil á morgun og kannski langar maður að segja frá því til að það ég að fá svo mikið. Það laugardaginn eða ekki? Jú, á laugardaginn, já. Ég tek á morgun og sýna á laugardaginn. Já. En út af því ég var með viðtal sílikon og brjóst og það að fá svo ótrúlega mikil viðbröð, sko. Já. Og þarna snirtifræðingur sem að tala hvað það eru skelfilegar afleiðingar á þessu að nota þessi efni í fegrunarskynni. Og það hefur vakið svona rosalega athygli. Og ég gera það stundum að setja svona, dóttir mín hefur búið til svona stutta kynningar, bara tekur upp úr viðtalinu örstutt og setur á Facebook. Og það að fá 60-70.000 svona allavega áhorf, einhvers konar áhorf, það nú stundum bara í 35 sekundur en stundum alveg í 20. Og mér finnst það svo áhugavert að fólk að fylgjast með okkur, sko, og vill fá að vita hvað við erum að gera og ef það fær það í svona litlum skömmtum þá ég nú að vona við ekki áhuga á því að fara og horfa á allt viðtalið, sko. Efni samstöðunar fer mjög víða, þú ert að segja það. Ég að segja það og sko það sem ég vissi ekki og ég nú átta mig á því og hún að gera þetta, hún dóttir mín og það eru margir sem að séra eða sem að deila á sína eigin síðu einhverju og nú heitir þetta Reels. Þegar þetta eru svona stuttvídeó þá verður þetta Reels sem að fólk sem að sjá út allan vef, sko, á Íslandi. Þannig að ég svona bara fannst það forvitnilegt að sjá að sum svona stutt vídeo að fá 50-70.000 manns til þess að kíkja á sig. Samstöðin í stuði. Ég get vottað það. Ég í miklu sambandi við bara fólki út í bæ og fólk ánægt. Við erum að passa okkur að halda vel á spöðunum og halda áfram að vera metnaðargjörn og búti gott efni. En Gunnar Smári, vilt þú ekki bara ljúka þessu? Metnaðarfull kannski, frekar en metnaðargjörn. Já. Herðu, en það sem heldur samstöðuna gangandi náttúrulega þið, en fyrst og fremst þeir áheyrendur og áheyrendur sem hafa gert áskrifendur og færa okkur eiginlega aflið til þess að halda þess úti. Ef þú ert þarna úti og hefur kannski fyrir löngu áttað á því eða komist þeirri niðurstöðu að samstöðun skiptir máli í íslensku samfélagi og veist að hún heldur ekki áfram nema að fólk taki höndur saman. Þá geti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift og þar getur þú skráðið fyrir áskriftinni. Grunnáskriftinni 2.750 krónur sem mér að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira og vilt
og þeir sem kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn hérna örstutum auglýsingum og svo verður að viðtal við utanríkisráðherra. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Þelið á milli okkar, Berglind Ágústsdóttir, Gluggagalleríið Stjett, Bólholti 6. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Þá ætlum við næst að ræða utanríkismál, ESB, öryggis- og varnarmál einkum. Og kominn góður gestur hér að rauðaborðinu, utanríkisráðherra Þorgerður Katrín, velkomin. Takk fyrir kjalla. Þú sýnir okkur þá virðingu að mæta hér eldsnemma að morgni þjóðhátíðardags. Það er hérna sennilega mörghorn að líta hjá þér. Hvernig fer Annríki með þig? Annríki fer alveg ágætlega með mig. Ég er svolítið þrýst á því að hafa mikið að gera og hugsa marga hluti en mér líður vel þegar er nóg að gera. Ég viðurkenni það. Ég þrýfst svolítið, ég ætla ekki að segja að ég þurfa að fara í hvert einasta stríð sko, en mér líður vel í því að vinna að ákveðnum hlutum og svo þegar maður eldist Björn sko, þá verður maður líka einhverju leyti óhræddari, maður er með reynsluna með sér, bæði erfiða og góða og maður einhvern veginn reynir að möndla þetta saman og það er dýrmætt veganesti og hjálpa mann í gegnum alls konar hluti og svona snúnar aðstæður og oft svona mjög augrandi og verkefni og miklar áskoranir en þetta er alltaf gerast í heimsmálunum núna. Það er Þú er ekki verið á fréttalausum tíma. Nei, það er ekki hægt að segja það og núna er allavega jákvætt að við erum að sjá til að mynda vonandi Hormússundið opnast alveg og þess að það verði frekari ógnir þar og mikið léttir fyrir íslenska ferðaþjónustu. Já, frelsi til siglinga undirstrikað og það má náttúrulega ekki enda þannig að Íranir hafi einhvern rétt til að setja á tolla. Þetta er nú meira klúðrið hjá Trump sko, þetta stríð og það er eins og Ísraelar hafi 8 út í þetta stríð og nú er hann að reyna að bakka út úr með skömm. Já, það er auðvitað margt hægt að segja þetta en það sem að skipti núna mestu máli finnst mér að vestræna þjóðir og til að mynda bandalagsþjóðirnar innan NATO gerir sitt til þess að halda meðal sundinu opnu og tryggja
þetta frelsi svona í sinni víðustu mynd að það fá að njóta sína því að við sjáum það alveg allstaðar þar sem að eru höft, eru tollar, við erum allt í einu komin í heim þar sem að viðskipti orðið svona tegund á hvernig vopnvæðingu, mér finnst það mjög varhugaverð þróun og vond fyrir okkur Íslendinga sem erum útflutningsdrifin þjóð, við þurfum að hafa aðgang að opnum mörkuðum, hafa gegnsæi og allt það, þannig að það eru það meir en sviftivindar í heimsmálunum. Já, komum aðeins betur að Trump á eftir. Það náttúrulega, það snýst ansi margt þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu í lok ágúst. Og til dæmis sá við það í gær að ungliðar flestra stjórnmálaflokka hafa runnið í eina sæng gegn ESB. Þetta ungt fólk sem að í dag sem sagt þegar þjóðhátíðardagur, viðtalið verður sýnt degi síðar, en í dag þá klukkan 5 á Hótel Borg þá hefur þeir tekist að sameina Miðflokkinn og VG á sama fundinum, þar sem að þeir eru ægilega ánægðir að orðnir samherjar í því að segja nei við ESB. Hvernig hefur, ef við byrjum á einni víðri spurningu, hefur þegar þú bara ákvast að fara í ríkisstjórn með Samfylkingunni og Flokki fólksins og þú baðst að verða utanríkisráðherra og þú hugsaðir nú mitt tækifæri til þess að skoða, taka upp þráðinn, hvað var þar ESB. Sástu þá fyrir að samfélagið færi svona haus eins og það hefur verið undanfarna vikur og mánuði og á sennilega eftir að versna ef eitthvað fólk sem hefur aldrei áður fengið morðhótanir að fá þær núna bara eftir því hvort það segir hvort það vill já eða nei í ágúst og hatrið og heftin alveg vellur suma ganga á meðan aðrar hreyfingar sem að manni finnst ekki margt sameiginlegt saminast gegn ESB eins og náttúrulega líka á hinbógin að fólk saminast með jáinu og allt það en sástu það fyrir ef bökkum aðeins það sem hefur verið núna og gæti enn versnað fram að kosningu vegna þess að menningin í kringum orðræðu og fleira, hún ekki góð. Nei, ég sammálaður, orðræðin kannski ekki með allra besta móti en ég skynja samt að það er mikill vilji hjá hinum stóra þögla meirihluta að stíga fram og eiga málefnalegri samræður heldur en hefur kannski verið. Sá ég fyrir þessa heift af hálfu þeirra sem eru ansnúnir Evrópusambandinu og bara þessari leið. Nei, ég viðurkenni það ekki. Ég sá ekki eftir þessa heift og þessa reiði af því að sérstaklega meðal annars komandi frá forystufólki í stjórnarandstöðinu sem að beinlýst talaði það að fara nákvæmlega þessa leið hér fyrir 12 árum eða 13 árum eða svo að spyrja þjóðina hvort að eigi að halda áfram eða hefja ný viðræði við Evrópusambandið, þannig að við erum ekki að finna upp hjólið ríkisstjórnin, við erum einfallega að tala það og fara þá leið sem að mínum mati mjög varfærin. Það eru margir sem hafa spurt mig að býta ákveða fóruð ekki bara beint í viðræður, þið hafið alveg umbótið þess og ég held einmitt að mistökin sem að voru og að gerða á sínu tíma árið 2009 af hálfu þeirrar ríkisstjórnar sem að var, af því það var mjög mikill meirihluti, mér minna hafi verið tölunar hafa verið 65-70% sem voru fylgjandi því að sækjum að það voru mistök að fara ekki strax í upphafi þessa leið að spyrja þjóðinni í upphafi og síðan að spyrja hana þegar samningur næst við Evrópusambandi. Þannig að, og ég lagði þetta til á sínu tíma og þetta var í rauninni síðan stefna Sjálfstæðisflokksins að fara þessa leið að spyrja þjóðina hvort að eigi að hefja viðræður. Þannig að þess vegna verð ég að segja að mér finnst þetta kemur mér svolítið óvart að menn skuli vera agnóst svona nákvæmlega út í þetta form eins og ég segi sem að mínum að þetta ábyrgt, þetta varfærið. Þú hélst að þú verður að gefa þjóðin einhvers konar lýðræðistækifæri. Já, ég hélt það. En einhver 40% bara hata þann gjörning.
Ég ætla ekki að segja Nei, ok, þetta aðeins svo hátala hjá mér. Já, en þú veist, það getur verið 30, getur verið 40, en ég ætla ekki að segja að þau hati, það ekki, þetta eru misjafnir hópar, sumir eru bara alltaf í prinsipinu á móti öllu svona bandalögum, hafa verið í gegnum tíðina á móti NATO og eru bara á móti ESB og svo framvegis, það einn hópurinn, kannski að það sé þess vegna sem að sósíalistar og vinstri græn eru það þó að ég fel að merkja það náttúrulega áhugavert hvaða mikil stuðningur samkvæmt könnuninni sem Maskinni gerði fyrir DFF síðustu helgi, hvað vinstriflokkarnir hér á landi eru jákvæðir. Já, þessna fyrir utan forystuna. Já, fyrir eftir að þessi samruni ungra vinstrimanna, sósíalista og svona öfga hægrisins rann saman pluss framsókn sem bara fínt. Ég í rauninni fagna því það sem að ég hef eðilega sagt í gegnum tíðina og mér finnst vera gríðarlega mikilvægt að mér finnst svo mikið heilbrigðismerki yfir samfélagi þegar ungt fólk að mynda sér skoðanir og þó ég sé ekki endilega sammála þeim þá það betra að þau hafi skoðanir heldur sitji skoðanarlaus hjá. En hvernig þannig að þó að ég sé ekki sammála þessu að þá finnst mér samt gott að þau bindi saman. Hvernig skýrur afturhaldssemi þeirra eins og sumir túlkan eins og Illugi Jökulsson sem er álitsgjafi sem margir hlusta á. Honum finnst þetta sorglegt afturhald. Já, þau bara setja þetta fram með sínum hætti og ég ætla bara vel að merkja að síðan að þau komu sér saman þá fékk ég nú skilabóð frá einum ungum vinstri grænum sem sagði bara að þetta nú ekki í mínu nafni þó að ég sé ungur vinstri græn. Þannig að það ekkert allir og við sjáum það að það mikið fylgi meðal vinstri græna en vel að merkja það að spyrja þjóðina að þessu eigum að klára samningaviðræðurnar eða hefja að nýju eins og þetta nákvæmlega sagt í tillögunni að þetta ekki bara þessi varfarna lýðræðislega leið, þetta leið sem að hefur verið flötur fyrir í öllum flokkum, þvert yfir pólitíska litur og þetta ekki eitt flokkspólitískt mál, þetta ekki bara málefni Viðreisnar að skoða þessa leið, því að við megum heldur ekki gleyma því og ég vil undirstrika það að Evrópusambandi, það ekki markmið Viðreisnar að bara fara í Evrópusambandi. Markmiðið að stuðla efnahagslegu öryggi, félagslegu réttlæti og svo framvegis og þetta bara ein leið að því markmiði. Nú ef svo leiðir ekki farin þá hægt að fara aðra leiðir. Ég þeirra skoðunar að þær leiðir eru erfiðari, þær torsóttari en það alveg hægt að fara aðra leiðir. Þannig að ég að segja að þetta bara tæki, þetta leið að markmiði til þess að tryggja öryggi og efnahagslega velsæld íslensku þjóðarinnar. Og þú handviss, hefur mér heyrst á þér undanfarið, að það þrátt fyrir íslensku krónuna sem okkur hefur vegnað ágætlega en ekki vegnað hennar. Nei, það ekki vegna hennar. Nei, það þrátt fyrir hennar. Það þrátt, já, það má í þessum heimi í dag alveg fullir að það að hún geti líka verið ákveðin ógn, þessi litli gjaldmiðill í þessum heimi þar sem að mikill herkostnaður við að halda henn úti. Já, bæði mikill herkostnaður við að halda henn úti og ég tek sem dæmi að því það náttúrulega við vitum það að og það hafi verið dregið fram dæmi að heimilin gætu á ári sparað 100 milljarða meðað við þá vexti og vaxtakjör sem nú bjóðast meðað við það sem evrunni. Svo fengum við fréttum að matarkarvan væri 60% hærri hér inn í nágrannalöndunum. Daginn eftir kom á forsíðu Morgunblaðs að matarkarvan hér væri 40% ódýrari en í nágrannalöndunum. Já, ég vil nú frekar halda mig við skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands heldur en forsíðu Morgunblaðsins. Heldur en Morgunblaðið og það hefur sýnt sig meðal annars að matarkarvan lækkaði 25-30% í Svíþjóð og Finnlandi þegar þau gengu í Evrópusambandi. En það breytir ekki því að krónan, já, hún menn hafa sagt að hún sé mikilvægt tæki, hún ýkir líka sveiflur, það hafa skýrslu dregið fram, hún ýkir líka sveiflur, gera þær erfiðari og ég hef oft furðað mig á því að vinir mínir sem eru svona til að mynda vilja lækka skatta, að vilja ekki einmitt fara þessa leið sem að beint lækkar álögur og gjöld á íslensk heimili, á litlu og meðalstóru fyrirtækin, á möguleika að nýsköpunar fyrirtækin og bara það að það kosti okkur hátt í 40 milljarða árlega, 40 milljarða íslenskra króna árlega
að halda uppi gjaldeyrisvaraforða þjóðurinnar sem vel að merkja 1000 milljarðar og meðan þessir 1000 milljarðar eru þar þá eru ekki að vinna fyrir okkur á öðrum stöðum en bara 40 milljarðar. Að ég hefði nú haldið að flokkar sem að tala það einmitt að lækka skatta þeir sæi tækifæri ef að þetta fjármagn kemur að nýr þá höfum við tækifæri til þess að lækka skatta eða byggja upp innvið, setja í velferðarkerfið. Þannig við þurfum ekki að auka enn frekari álögur á fólk. Þannig að það mér finnst frekar krónan þó að hún sé tákmynd ákveðin frelsis í hugum sumra og ég ætla bara, maður sér það að hún sé svona frelsis og sjálfstæðismynd sumra að þá hún á mínum mati ákveðin bönd eða ákveði helsi fyrir heimilin í landinu og stóran hóp fyrirtækja. Stjórnmál snúast að miklu leyti tilfinningar. Já. Það er kannski það líka sem svo áhugavert og það verður mikill tilfinningablær á þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst. Við vitum náttúrulega ekki hvernig hún fer en það náttúrulega svolítið erfitt að eiga við tilfinningar með rökum, ekki satt? Jú, það kannski það að því það miklu auðveldara að slá upp nei og bara og það eitt öflugasta tæki í pólitík og hefur verið spilað á í gegnum árþúsundir í rauninni að það ótti, óvissa og það það sem að mér finnst ákveðin hópur vera að gera núna það svo auðvelt að slengja fram einhverju sem að þar síðan að rekja og rökstiða að þetta ekki rétt tölum Evrópuherinn tölum það að sem vel að merkja bull sem algjört bull sem bara, það dæmi algjöra rökleysu að mínum mati það ekki hægt að segja að það verði nein ástæða fyrir Íslendinga að þurfa að senda börn í einhvern evróskan her, þetta alveg svo í NATO hefur verið einhver, og mér svolítið merkilegt að þeir sem að halda þessu fram eru til að mynda ýmsir hægrimenn sem að það hvarlaði ekki að þeim að með því að fara í NATO og við þyrftum að senda íslensku ungmenni í heri bandalagsins. Það hefur aldrei komið til þess og mun aldrei koma til þess. Vonda Evrópan góðu íslensku börnin? Já, þú veist, það einhverju leyti þannig en það sem að verið að spila á ótti og hræðsla og kannski líka voninu það að fólk kynnir sér ekki málið. Það sem ég hins vegar að sjá og skynja að fólk vill fá að vita meira. Fólk vill fá að koma svolítið getgátunum og þessum vangaveltum út af borðinu og fá staðreyndir á borðið. Og þess vegna, það felst engin skuldbinding í því að segja já í ágúst. Það sem að felst í því að við fáum samning með Evrópusambandið. Þá getum við séð hvaða þýðingu samningur hefur fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir neytendur, fyrir heimili landsins, fyrir budduna hjá fólki, fyrir landbúnaðinn, hvaða raunverulegu undanþágur við fáum að endanum fyrir varðandi sjávarútveginn, að því ég tel að það sé raunverulega þannig að við séum í mjög sterkri stöðu, almennt séð gagnvart Evrópusambandinu en ekki síst þegar kemur að sjávarútvegi. Þannig að allt þetta getur íslenska þjóðin fengið að sjá þegar við erum búin að fá já og við höfum farið á stað í samningaviðræður og síðan klára samning og sett hann á borðið. En svo eru vandamál. Við heyrðum það síðast í Kastljósi í gærkvöld að Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, hún gaf það til kynna að hún myndi, ef hún fengi góða kosningu í næstu kosningum, þá væri henni í lofaleið að stoppa það ferli sem væri farið af stað ef það kemur. Já, mér fannst þetta áhugavert að Sjálfstæðisflokkurinn ætla að fara þessa leið að ef að þjóðin segir já í ágúst að hunsa það ferli og reyndar það svo að Hvar liggur sko lýðræðið í raun? Já. Einhverju lögspekingar hljóta ekki að svara því hvort þetta bara allt í lagi? Já, en vel að merkja, þá Sjálfstæðisflokkurinn að með minni eini flokkurinn sem hefur talað pólitískan ómöguleika. Það að segja, ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður þeim ekki hagfelld eða fellur að þeirra hugmynd og niðurstöðu og að þá ætla þeir ekki að vinna því og þá bara gott og vel, þá bara skýrt þá hafa þeir engu hlutverki að gegna. Ef það verður já í þjóðaratkvæðagreiðslunni og þeir tjúlast yfir því
og tala pólitískan ómöguleika, sér í lagi ef að þeir ætla að reyna að komast til valda, að þá finnst mér þeir ekki að hafa neinu hlutverki að gegna hvað þetta var, en aðri flokkar hafa sagt það og sýnt það að þeir hafa til að mynda flokkur fólksins sem er á móti aðildina að Evrópusambandinu hefur alveg verið skýr með þjóðaratkvæðagreiðsluna að hafa hana. 56% kjósenda flokks fólksins munið þó segja já samkvæmt síðustu könnun. Já, sko drjúgur meirihluti kjósendahóps flokks fólksins er jámegin, vill fá að sjá, er síðan frekar neymiðin og mér hefur þótt gott að heyra það til og með Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, sem hefur verið tala mjög gegn Evrópusambandinu, en hann hefur líka verið alveg heiðarleg með það að segja ef það kemur já, þá hefur hann sagt þá vinnum við með það. Það er hins vegar hlutskipti Sjálfstæðisflokksins að í raunin að dæma sig úr leik að mínum að ef að þjóðin segir já og þá bara er það ábyrgð hinna flokkana að vinna með því. En er það ekkert smeykum að þetta verði pirrósar sigur? Þú fáir já í ágúst, vinnan fara af stað. Þetta kostir á einhverja peninga þótt ég hafa nú aldrei séð glæpin við það að eitthvað klink fari í einn stórt mál sem að geti haft eins mikið að segja breytingar mögulega til farsældar fyrir Íslands samfélag. En er þetta ekki svolítið smeykum að sko ferlið verði einhvern veginn stoppað eyðilagt samanber það sem gerðist með slitabréfi Gunnars Braga? Nei, ég ætla nú að höfða til ábyrgðar allra stjórnmálamanna í öllum flokkum hvað þetta varðar. Af hverju erum við að setja þetta mál á dagskrá? Við erum að setja þetta mál á dagskrá, við erum að setja það fyrr á dagskrá, af því það eru turbulent tímar í heiminum og við teljum núna að staða Íslands í samningaviðræðum sé sterkari heldur hún getur hugsalega verið eftir 2 eða 3 ár. Hún er mun sterkari heldur. Flýttirðu þjóðaratkvæðagreiðslunni í ljósi þess? Með af það sem ræddi fyrst? Við bara lögðum okkar sko bara svona kalda mat á það að í ljósi þess að við erum að sjá frá því að við tókum við völdum og fórum í ríkisstjórn og það hefur mjög margt breyst og eins og ég segi það eru átök, það er ekki sami fyrirsjáanleiki, Bandaríkin og bara við virðum það að þeir hafa sagt að þeirra utanríkisstefna verði mjög hagsmunadrifin og við erum að sjá það að þeir eru að beita tollum. Aðrar þjóðir og valdablokkir eins og Evrópusambandið bregðast við því þannig að við þurfum einhvern veginn að skoða hvernig okkar efnahagslega og pólitíska öryggi er best varið og þess vegna tel ég mikilvægt að þegar við fáum já í ágúst að þá erum við allavega tímabundið meðan á samningaviðræðum varið að einhverju leyti í vari á þessum óróa tímum sem eru í heimsmálunum. Já, það er að okkar mati almannahagsmunir að setja málið fram núna af því að ef að ætlum einhvern tíman að semja við Evrópusambandi þá er tíminn núna til þess að ná sterkum samningi. Evrópusambandi vill leggja mjög mikið á sig til þess að sína fram á að það geti stækkað meðal annars líka í norðvestur. Það hefur áhyggjur og við sjáum það bara stóru ríkin innan Evrópusambandsins eru að mínum mati líka innan NATO eru blessunarlega að horfa meira og fókusera meira á öryggi á norðurslóðum, öryggi í Norður-Atlantshafi. Við Íslendingar þurfum á meiri samheldni og eftirliti og samstöðu á að halda þegar kemur að svæðinu í kringum okkur þannig að svona stóra myndin er svo fyrir utan efnahagslegu málin, frelsismálin, ég tel bara út frá frelsi að þá skipti mjög miklu máli að við sýnum fram á að við getum klárað þennan samninga því hvað þýðir frelsi, þetta er ekki bara þetta efnahagslega frelsi og frelsi til þess að vera með stöðugan gjaldmiðil, fyrirsjáanlega gjaldmiðil, lægri vexti, lægri verðbólgu og svo framvegis fyrir heimilinu í landinu heldur líka bara fyrir unga fólkið að sko svæðið er stærra. Menningarlegt frelsi. Já, menningarlegt frelsi, ekki spurning. Það skiptir mjög miklu máli að efnahagslegar fjárfestingar þar geta aukist, einhvern veginn vinnumarkaðurinn verður stærri, hann verður sterkari og svona þetta samstarf þú veist, Ísland og Meginlandi það verður einhvern veginn styttra á milli og það ekki síst hagnast ungu fólki og fólki sem í nýsköpunar geiranum. En það djöflast á þér eins og mátti búast við Björn Bjarnason hamast í þér
það sagt að þetta brölt þitt sé ein ástæða þess að þú hafir enga vigt í hugum Bandaríkjamanna. Þetta séu bara einhverjir svona undirmenn sem þú talar við þegar þú farið í ferðir þínar vestur og það allt saman. Svaraði hann og Bjarna og fær tækifæri til þess eitt andartak. Nei, þarna í Sjálfstæðisflokknum og Björn líka þar á meðal virðast sjá mikinn hag sinn í því að tala niður samskipti Íslands og Bandaríkjanna. Og þau eru mjög góð, sérstaklega sviði varnar og öryggismála og ég lét nú gera samantekt á því hvað forvera mínir í starfi hafa verið, hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið að hitta nokkuð veginn sömu aðila í bandaríska stjórnkjörunum. Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíhliða fundi með forsendum Bandaríkjanna á sínu tíma, fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíhliða fundi. Það ekki einu sinni þótt Hannes Hólmstedt færi með honum. Nei og síðan við erum að sjá það að menn að koma sig að því að Pompeo og fleiri hafi verið að koma hingað og það var út af því að þeir vildu sjálfu koma, ekki út af því að tengsli væri svona mikil við viðkomandi utanríkisráðherra, heldur ekki síður hitt að þegar lesið í ævisögu þeirra að þá dragaði fram að þeir vildu rækta þær þjóðir sem hefðu ekki verið heimsóttar lengi. Það að segja Norðmenn, Ísland og fleiri. Stóra myndin svo að samstarf okkar og Bandaríkjanna gott og mér finnst eitt menn sem eru og halda út í sinni bloggsíðu eins og Björn og hann getur haft sínar skoðanir sem að mér finnst miður að sjá hvernig hann hafa þróað svona í gegnum árin og áraræðnar af því að þetta var maður sem að sá hag sinn í því að tengjast meðal annars Evrópu á sínu tíma og var þáttakandi því að koma EES-samningunum áfram, sá hag sinn í því að við erum aðilar að EFTA og við erum öll og ég lít mjög til stolti til þeirra einstaklingar sem voru í fararbróti 1949 sem fóru með okkur inn í NATO og lét okkur verða stofnaðilega NATO og það voru nákvæmlega sömu raddirnar núna uppi að þetta væri skerðing á fullveldi og einmitt að Íslendingar eru bara sendir einhverja heri og við varum að missa sjálfstæði. Það nákvæmlega sömu röksemdafærslur þá og eru núna en bara undirstrika staða okkar og samband við Bandaríkin gott. Ég hef átt góð samtöl meðal annars við minn kollega, þú hafði ekki verið í Bandaríkinum bara síðast í Helsingborg þar sem við vorum fyrsta sinn var einmitt fundur A7-ríkjana, þar sem sagt Arctic 7 norðurslóðaríkjana þar sem að við áttum mjög fínan og gagnlegan fund þar sem að við skiptust á skoðunum. Ég hef talað við aðstoðarutryggisráðherra, varnarmálaráðherra, við fólki í viðskiptaráðuneytinu bandaríska. Þú veist, það alveg ljóst að ég ekkert sátt við Bandaríkin þegar kemur á tollum. Mér finnst þetta að vera ekki rétta leiðin að því að bæði að treysta samböndi við bandamenn til áratuga og síðan hitta ég bara þeirra skoðunar að frjáls og opin markaður eigur lífsgæði allra í heiminum. Sko Björn, ég nú ekkert að vitna í allan dag til hans en hann talar hættuspil ríkisstjórnarinnar, gerðir furðuleg tilraun til að selja þjóðinni þá skoðun í öryggis- og varnarmálum að hætta steðji í raun að Íslandi frá Bandaríkjastjórn undir forystu Trumps og öryggistrygging frá ESB sé betri. Sko við höfum náttúrulega séð þig hæla Trump. Þú hefur talað hann sjarmerandi kallinn. Já, ég notaði orðið heillandi. Kannski, okay. Þú veist, það getur vel verið að megi deilum það, Björn. Nei, ég ætla að segja. Mér er að ræða það eins við þig. Að sko, maður getur alveg sett sig í þín spor. Og það eru kannski 3 sviðsmyndir. Ein Leiló. Látum fara eins lítið fyrir okkur og við getum. Pössum okkur á að vekja engan áhuga Trumps. Því þar fer algjörlega ófyrirsjáanlegu maður og þú vilt ekki styggja forseta svona valdamikils ríkis, þrátt fyrir einhvern varnarsamning og allt það. Það sem hann sagði Grænland, svo atburðarás nágrann okkar, svo atburðarás sem fór á stað. Við skiljum alveg að ein típa af utanríkisráðherra gæti bara látið fara eins lítið fyrir sér og mögulegt væri. Við skiljum líka önnur típa af utanríkisráðherra
reyni einhvern veginn að nýta sér dvergríkistöðu Íslendinga til þess að koma einhverjum betrum bótum á framfæri, því stundum hefur það tekst í sögun eins og þú þekki mjög vel, að við höfum svona grætt á því að vera lítil og við höfum getað komist upp með að segja eitthvað. Eða þá bara að smjadra fyrir þjóðhöfðingjanum og reyna að vona það að smjadrið myndi duga. Ég sjálfur, mér datt í huga þegar þú hrósaðir honum fyrir þá værir þú í rauninni í vinnunni. Já, ég veit ekki hvort þú vilt segja okkur hvað bjóða baki. Þó að þetta var bara örskotsstund, en það sem og ég ætla bara að fá að leyfa mér að tala af reynslu. Það eru nokkri einstaklingar í gegnum mitt pólitíska líf sem að þú hittir og þú sérð, já, og þú skilur. Og það var eiginlega það, það vita held ég flestir að ég í mörgum atriðum ósammála Bandaríkjastjórn núna, hvað varðar mannréttindi, stuðning varðandi þróunaraðstoð, varðandi stóru heimsmyndina, einmitt aðgangað að frjálsum opnum markuðum og sagan hefur sýnt sig að tollar til lengri tíma skila ekki farsælt fyrir hvorki viðkomandi þjóðin í aðra þjóðir, gott og vel. En þegar maður hittir einstaklinga eins og hann, að þá sér maður og þá skilur maður segir, já, ég skil núna á hverju hann endurkjörinn. Það eru sumir sem að hafa þetta með sér. Það tala karismað í kringum. Já, það bara þannig, þó að maður sé ósammála mörgu sem maður segir, og stundum mjög mörgu, að þá það samt þannig að maður skildi á hverju hann getur fengið fólk til að kjósa sig. Og ég get nefnt fleiri einstaklinga í gegnum tíðina sem að ég hef hitt. Og mér finnst alltaf svolítið gaman að því, svo hefur maður hitt líka aðra stóra og sterka karaktera hefur maður haldið fyrirfram sem að eru það síðan ekki þannig að það það sem að mér finnst líka sjónvarpið næri þessu ekki alltaf nefnilega sjónvarpið næri þessu ekki alltaf en enn og aftur að bara verkefnið að viðhalda traustu sambandi bæði við Bandaríkin og Evrópu og þetta mér finnst miður að heyra að menn svona sem eru reyndir eins og Björn að þeir haldi þetta sem einhverja andstæður að fara þessa leið sem að við erum að fara, leið sem að meðal hans hann studdi á sínu tíma í sjálfstæðisflokknum að spyrja þjóðina þessara varfærnu spurningar eigum að klára samninga, eigum að sjá hvað þetta býður með sér, hefur í för með sér. Þetta ekki andstæða við Bandaríkin, miklu heldur erum við að sjá G7-ríkin núna voru að klára stóran og góðan fund í Evrópu, í Genf og það sem að fór mjög vel á með Þýskalands kanslara núna og forseta Bandaríkjana þú veist, sterkustu og mikilvægstu bandamenn Bandaríkjana eru í Evrópu og það vita þeir og það veit herinn líka. Þannig að verkefnið eru þetta að passa upp á að þessi samskipti þó að það hversi og það þurfa að sína útsjónarsemi, það þurfi alls konar viðbröð, stundu þarf að liggja lágt, stundu þarf eins og Evrópusambandi sýndi mjög skýrt og skilmerkilega og Evrópuþjóðir þegar skrefi var of langt í átt að Grænlandi af hálfu Bandaríkjanna að þá komu Evrópuþjóðir og sögðu nei, kæri vinur, hingaðu ekki lengra, við stöndum með Grænlandi, við stöndum með Danmörku og við stöndum með friðhelgi landamæra og fullveldi ríkja. Og hann hótaði tollum, þau hótuðu tollum á móti og hvað gerðist? Hlutabréfamarkaðurinn, hann varð órálegur í Bandaríkjunum og á það hlustaði Bandaríkjaforsetaverndunum. Þannig að auðvitað eru mismunandi aðstæður hvað taktík notuð. Stundu þarftu að bara út af þetta gengur diplómasía að eiga í samskiptu við fólk, finna út, þetta eru mismunandi karakterar með mismunandi hugsjónur og við þurfum að bera virðingu fyrir þeim og finna síðan leiðir sem að vonandi færa okkur nær því allavega segi ég sameiginlega markmiði Vesturlanda sem að er frjálst opið kerfi sem að allavega Evrópa býður upp á líka sterka velferð og félagslegt réttlæti. Þannig að þetta allt saman finnst mér að við þurfum að passa upp á. En Bandaríkjaforseti náttúrulega brýtur ótal alþjóðalög með framferði sínu. Hann setur í rauninni hugmyndir okkar röð og reglu í heiminum og þessi kerfi öll í uppnám. Önnur staða sem hefur verið er framganga Ísraelsmanna á Gaza, þjóðarmorð í gangi og því ekki lokið, enn verið að skjóta kornabörn í fangi palestínskra foreldra
að manni sýnist á sömu fréttum bara vegna sem einhver hermaður vildi kanna það hvort hann geti hitt barnið í hausinn sko. Þetta er náttúrulega, þetta er svo mikil dystopía tengd sumum þessara breytinga að maður bara klípur sig í handlegginn og margoft hlýtur þú að vera í svona ákveðinni klemmu hvernig þú átt að tala hvort þú átt að rísa upp eða hvort þú átt að sættast við þá hugmynd að við erum dvergríki. Það þarf svo sem ekki mjög mikið til þess að traðka okkur undir hæl. Er það ekki búin að vera hluti af vinnunni þinni akkurat að meta þetta núna á undangengnum mánuðum og misserum? Jú, þú veist, það er þessi jafnvægislist, en við Íslendingar, við erum ekki sterk í öllu, en við erum sterk á sviði sjávarútvegs og orkumála og svo erum við með sterka og mikilvæga og dýrmæta rödd þegar kemur að mannréttindamálum og ég viðurkenni alveg að það hefur stundum verið mjög snúið að til að mynda aðgerðir Ísraels hers í Gaza sem að við fordæmum og erum sífellt búin að fordæma. Þetta er ömurlegt að horfa upp á þessar aðstæður. En leið þá, þegar maður segir og minnir líka á að við fordæmdum harkalega líka hryðjuverka árásina á sínu tíma 7. október, að þá finnst fólki eins og við séum að draga úr einu og auka í hitt, sko, að við séum ekki að taka nægilega afstöðu með öðru hvoru. Við erum einfaldlega að taka afstöðu með það að alþjóðalög séu virt, að mannréttindi séu virt og það breytir ekki hvort það sé Ísraels eða Palestínumenn. Það verður það sama yfir alla ganga, en það sem hefur gerst á Gaza það miklu meira en hryllilegt. Það er ekki takt að lýsa því hvað þið hefur gerst þarna og við höfum stigið fastar til jarðar hvað það varðar og verið með ákveðnar yfirlýsingar í þeim málum, en leið að þá hef ég líka og þá kemur alltaf og þá fæ ég strax guðsun yfir mig að þá vil ég líka undirstrika að samband Íslands við Ísrael í gegnum árin hefur verið gott. Mér finnst hins vegar miður að sjá þessa þróun af hálfu núverandi stjórnvalda í Ísrael hvernig þeir hafa verið að brjóta alþjóðalög trekk í trekk og þá verður Ísland að beita rödd sinni og við höfum gert það og við höfum undirstrikað líka mikilvægi alþjóðadómstóla. Það er verið að það er ákveðin atlaga alþjóðakerfinu meðal annars á alþjóðadómstólana þar sem er verið að setja bæði efnahagsþvinganir á dómara, það verið að reyna að rýra sjálfstæði þeirra. Allt þetta er mjög alvarlegt í stóru myndinni fyrir litla þjóð eins og Ísland sem að reiðir sig á alþjóðalög, reiðir sig á það að til að mynda hafréttasáttmálinn sé virtur og að lögsagan í kringum landið okkar sé virt þar á meðal, að við ráðum yfir henni. Ef allt í einu þjóðir, stórveldi, hvaðan sem að þær koma, allt í einu segja, nei, við ætlum ekki að virða þessi alþjóðalög, við ætlum bara að fara inn í þessa lögsögu Íslands hvenær sem okkur endar. Þá er vont fyrir okkur að hafa ekki staðið með alþjóðalögum og gegn þeim brotum sem að hafa verið framin víða. Er það í Gaza, er það með hryðjuverka árásum líka, þú veist, við erum með að sjá hryðjuverkahópa sem að til að mynda Íranar hafa stutt, hvað sem Hezbollah, Hútóar eða Hamas. Það er mjög hægt að fordæma það líka. En við erum líka að sjá grimmilegt árásarstríð Rússa í Úkraínu þar sem að þeir eru að brjóta alþjóðalög ítrekkað gegn börnum, konum, einstaklingum. Þeir eru að fara í það að sprengja menningarminjar sem er skýrbrot á alþjóðalögum líka sem eru meðal annars varðar af UNESCO og fleiru. Þannig að heimurinn er eins og hann er og þá verðum við Íslendingar að segja hvar getum við beitt okkur. Og við getum ekki beitt okkur allstaðar en við getum beitt okkur þar sem að við getum talað rödd mannréttinda. Já, við getum talað klukkustundu saman hvert af því sem þú nefnir, en við höfum því miður ekki tíma til þess. En nú er náttúrulega reiði í Íslendingum vegna barnafangilsis, eins og sumir kalla það, brottfarastöðvar, og margir eru svolítið sjokkaraðir yfir því að þinn dómsmálaráðherra, Þorbjörg Sigríður, að hún gangi á undan með þessu fordæmi. Þú hefur samúð með fólki út í heimi
sem farið illa með en svo koma gestir hingað og við ætlum ekkert að fara allt og vel með þá á lokasprettinum, þá sem að koma hér í örvænting og neyð. Segja margir að þetta frumvarp sé til marksum. Hvers vegna örstutt bara? Hvers vegna fóruðu þá leið sem þið gerðuð með þessum lögum og kemur til greina að breyta þeim eða bregðast að einhverju leyti við til dæmis óánægju sem hefur klofið systur Evrópuflokk þinn í ríkisstjórn og Samfylkinguna? Já, þetta mjög erfitt mál ef ég á að segja þér alveg eins og en það breytir ekki því að við erum að fara og reyna að fara þá leið að við séum ekki að skera okkur frá Norðurlöndunum. Heldur að við erum að fara svipaða leiðir og ef eitthvað þá vægari leið heldur en annar staðar á Norðurlöndum. Það líka alveg skýrt eftir meðferði í þinginu að þetta úrræði sem algjörlega til þrautavara og það í rauninni það sem verið að gera eins og þetta hefur verið unni núna í dag að þá verið að skilja börna frá foreldri sínum, foreldrar teknir og meðan og settir í gæsluvarðhaldsfangelsi sem að mér finnst vera bagalegt. Það náttúrulega eiginlega makalust og því hafi verið fylgt eftir hér lengi vel meðan að börni síðan eru tekin og sett í annarra manna hendur. Það sem verið að gera með þessu úrræði og ég hef þá trú og það náttúrulega verður fylgst með þessu og það verður gerð úttekt á þessu að áriðinu hvernig þetta hafi síðan reynst. En ég hef þá trú að því að þetta til þrautavara, það alveg skýrt að þau fara ekki inn í fangelsi heldur verið fundið til íbúð eða aðbúnaði sem á að halda betur utan þau. En þetta svo leið sem að maður hefði fyrirfram kosið? Nei, en þetta samt svo leið sem hvað vægust í þessu og þurft að fara til þess að samræma löggjöfina hér á Íslandi við það sem að gerist annar staðar á Norðurlöndum og á þessu þurft að taka og þetta var svo leið sem var farin. En ég skil mjög vel þá gagnrýni sem hefur verið sett fram og mér finnst bæði dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún hefur hlustað á þá gagnrýni og þingi líka. Engin þversögn í því að þið segist vera flokkur mannréttinda, það margir samkynhneigðir í Viðreisn og þar hafið þið svona tekið mjög vel á móti fólki. Engin þversögn í því að þið séuð svona með mannréttindi ofarlega og standið að þessum lögum. Já, það alveg rétt hjá þér að við erum mannréttindaflokkur og við erum flokkur sem stígum til að mynda strax fram þegar miðflokkurinn og forysta hans hefur setti mjög út á bæði regnbogafánan og hefur verið að setja fram mjög skrýtnar hugmyndi þegar kemur að réttindum hinsegin fólks, það alveg rétt. Þetta ekki þversögn í því að fara þessa leið og tala að vera mannréttindaflokkur. Við lögðum okkur fram og dómsmálaráðherra lagði sig fram með það að hlíta alþjóðalögum og það skiptir öllu máli, að það ekki verið að brjóta alþjóðalög hér. Það ekki verið að brjóta. En hvað með barnasáttmála? Þess vegna var farið yfir þetta að mínum mati. Þau segja að þetta sé bara brot á sáttmála. Já. Margar aðra stofnanir sem hafa uppi þungorð. Já, eins og ég segi, ég skil það, en dómsmálaráðuneytið sem á þingið, það afgreitt þetta með þessum hætti og ég hef enga trú á því að þetta mál hefur verið afgreitt ef að menn hefur talið að það væri verið að brjóta gegn alþjóðalögum og fara gegn því sem svona þeim grundvallarprinsippi sem við stöndum fyrir. Þetta mál sem mér líður vel með? Ekkert sérstaklega, nei. Heyrðu, þá skulum við aðeins fara yfir við eigum kannski eftir svona 10-12 mínútur
Og mér langar að fara aðeins yfir í stjórnar samstarfið eða samstarfið við hina ríkisstjórnarflokkana og svona hvað hefur áunnist og hvað hefur gengið síður vel. Þið eru svolítið, þið einblínið alltaf svona, það er pínu eins og þið séð einhverf í því hvernig þið einblínið á hallalausan ríkisrekstur. Hallalaus fjárlög, já. Og 2027. Stundum dettur mann í huga það sé alveg sama hvað myndi skella á Íslandi að bara, nei, við erum búin að ákveða þetta. Og mann dettur stundum í huga það vanti kannski aðeins meiri sveigjanleika. Og annað er það að Seðlabankinn er náttúrulega hækka vexti sem aldrei fyrr. Og þið standið hjá og þið talið alltaf sjálfstæði Seðlabankans. En á sama tíma liggur alveg fyrir að Seðlabankinn hefur önnur úrræði en þau sem hann er að beita. Það eru til fleiri stjórnarleg tæki en alltaf bara að berja upp vextina og jafnvel þegar aðstæðunar hækkunin innflutt eins og með olíuverðið og eitthvað fleira. Og maður svona mjög hugsi yfir því að það alltaf bara það í rauninni eins og ég hef sagt það hér, ef við gefum okkur það að seðlabankastjóri myndi bara missa vitið og nefndin í kringum hann og myndu þá samt bara alltaf segja nei, Seðlabankinn sjálfstæðstofnun og við verðum bara að fara því sem hann gerir og svona. Á sama tíma og Róm brennur skuldir húsnæðiseigendur þeir sjá lánin sín hækka milljónir eða 10 milljóna og þú náttúrulega veist það að það er mjög mikil stéttaskipting orðið inn í því hvaða ungt fólk getur keypt sér húsnæði. Þau sem ekki eiga stönduga foreldra og stönduga ættingja, þau eru bara í mikilvæg hættum og það fólki sem ég hef hitt í öllum mínum kosningabaráttum. Ég sé alltaf sömu foreldrana, ekki sömu einstaklingana heldur, í rauninni sömu eintökina af hjónum, foreldrum sem hafa einmitt áhyggjur af börnunum sínum, geta ekki og segja yfirlega ég hef engar 5 milljónir eða 10 milljónir til þess að leggja í púki með mínum börnum meðan að það eru aðri sem geta það. Og þess vegna talandum aftur, bara fyrir ekki Bjarni, ég kom aftur að þessari vegferð okkar eða leiðangri varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna af því að það er ákveðið óréttlæti sem að við erum líka að berjast gegn. Af því það er ekki jafnt gefið með að við höfum íslensku krónuna að þá eru hópar foreldrar sem að vilja svo gjarnan sjá börnin sín geta keypt íbúð, farið inn í stöðuleika, fyrirsjáleika og verið ekki föst í þessu fjötrum allt sitt líf eins og þau hafa verið. Hvort sem að það var í kosningabaráttunum 99, 2003, þú veist, síðustu kosningabaráttum. Ég er alltaf að hitta þetta fólk sem að segja að ætli ekki að gera eitthvað í þessu. Og það er þess vegna sem að meðal annars hluta því að ég er að setja þetta almannahagsmunamál þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvort við höfum að klára samninga, að því að ég vil allavega reyna þessa leið að ýta út þessi óréttlæti sem að tvinnast inn í íslenskt samfélag. Þannig að þegar síðan byrjað að segja við mann að frelsi okkar Íslendinga, það glatist við það að við förum inn í einhverja svona að grúpu og talandum að því við vorum að tala stórveldin á það, við erum að detta inn í þessa stórveldapólitík út allt og Evrópusambandið hluti á það einhverju svona ákveðni kerfi. Þú veist, frelsið, við missum það ekki. Ógnin ekki við það að fara í Evrópusambandið. Ógnin fyrir okkur Íslendinga sem smáríki að sitja ekki við borð þegar kerfi eins og Evrópusambandið og önnur að taka ákvarðanir sem að varða okkur. Þar held ég einmitt að skipta okkur miklu máli á þessum tímum að vera með sæti við borðið eins og það er skipt okkur máli í NATO að vera það sem að tryggi bæði atvinnulífið en líka veitir fjölskyldunum sem að, þú veist, einhver tækifæri en einhverja valkosti til lengri tíma. En ef við höldum áfram að tala um stöðuna eins og hún uppi hér núna og við erum ekki gengin í ESB og vextir hafa ekki lækkað og það ekki stöndugur gjaldmiðill og það ekki runnin upp svo tíð að við getum gert einhverja framtíðar áætlanir. Það ennþá sá tími sem að það fullkomið lottó eftir kennitölum, hvort þú fæðist 45, 50, 55 eða 60, hvernig námslánin þín verða, hvernig bara
öll lán verða kynslóða lottó. Hvort þú áttu auðvelt með að redda þér húsnæði eða lendir í leigu helvítinu og lepur döðun og skela allt þitt líf. Þetta allt saman meira og minna bara svona skopparabolta tilviljunarkennt. Þetta búið að vera þessu utan að núna þetta farið að liggja í fjölskyldum og ættum hverjir komast að. En sko, finnst þér ekki að af því að sem sagt, þessir háu vextir þeir jafnvel hagnast þeim sem eiga mesta peningana á Íslandi á sama tíma og þeir eru hrikaleg svipa sem að ber alla reisn úr skuldunum og festir fólk enn frekar í fátækri gildru. Finnst þér ekki umhugsunar efni hvernig þín ríkisstjórn hefur og þessi efnahagsstefna Seðlabankans hefur hagnast betur stæðum mun betur heldur en láglaunafólki. Þeir hafið ekkert verið, þú getur sagt að flokkur fólksins hafi komið með betrum bætur fyrir öryrkjana og eitthvað svoleiðis fram, en ekki eru þið ekki hægri sinnaðri en þið áttuð ykkur á, bara alltaf út af þessu vaxtastígi, út af þeim afleiðingum sem að, og hvað þær koma mismunandi illa niður á fólki. Já, ég nú ekki alveg sammálir í því. Ég ætla nú kannski að grípa til slagur sem við höfum líka notað í gegnum tíðina og sem 10 ára sem við höfum verið starfandi í Viðreisn, að það hægri hagstjórn, vinstri velferð. Mér finnst við hafa tekið sérstaklega vel utan ákveðin velferðarmál. Þú talar um almannatryggingadæmi, en ég vil líka tala uppbyggingu hjúkrunarrýma. Ég vil líka tala börn með fjölþætta vandamál sem er búið að vera í áraraðir, en ríkið tók yfir núna frá sveitarfélögunum. Við höfum verið að fjárfesta og reyna að minnka biðlista sem við erum að sjá ná að gerast og styrkja heilsugæslurnar. Hitt síðan að það er alveg rétt og enn og aftur. Það breytir ekki því og þetta dregur eiginlega fram þennan kerfislega vanda sem við erum með þegar við erum með krónuna. Og þú veist, hvað sem er þessi ríkisstjórn eða ríkisstjórnir allar með Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum allra kynslóða, að þá sjáum við að þetta getur gengið alltaf í 1, 2, kannski mestalagi 5 ár. En síðan kemur þetta alltaf aftur og það er út af því að krónan er ekki að taka utanum að mínum að þetta íslenska hagkerfið eins og hægt væri með sterkari og stöðuri gjaldmiðli. Ég ætla ekki að taka þátt í því að gagnrýna seðlabankastjóra. Mér finnst það ekki við hæfa, ég sem ráðherra í ríkisstjórn, að ég fari að gagnrýna þær ákvarðanir sem hann hefur tekið. Miklu heldur að þá lítum við í ríkisstjórninni að við þurfum að vera með ákvarðanir og hluta því að tala hallalaus fjárlög, að við þurfum að taka ákvarðanir sem að styðja Seðlabankan í sinni leið að ná tökum á verðbólgu, því það er hans megin hlutverk að ná tökum á verðbólgu. En síðan er hitt að við höfum líka, það er rétt, við höfum farið líka einhverja aðra leið sem að getur talað hægri. Við höfum lækkað skuldir ríkissjóðs 7-8%. Við höfum farið þá leið að til að mynda erlend matsfyrirtæki sem að skiptur okkur mjög miklu máli, hafa farið með okkur úr í A+ núna, og hvað þýðingu hefur það fyrir okkur? Það þýðir það að við þurfum að borga þá lægri vexti sem ríkissjóður í þeim lánu sem við tökum. Þannig að erlend matsfyrirtæki er að segja hagstjórnin er góð, það er agi á öllu þessu. Það þýðir að við þurfum að taka óþægilegar ákvarðanir. Við höfum gert það, við höfum bara þurft að taka mjög erfiðar ákvarðanir og við í Viðreisn við höfum verið gagnrýnd fyrir það að taka þátt í að setja gjöld. Ég skammast mér ekkert fyrir það að hafa barist mjög skýrt og skilmerkilega fyrir því að setja auðlindagjöld, ekki bara sjávarútveginn. Ég vona að þetta verði þetta almenna prinsip að auðlindir í eigu þjóðarinnar, að það sé greitt auðlindagjald fyrir það. Og mér líka reyndar alltaf kunstugt að þeir sem voru mest, eins og mannst síðsliðnu sumri, að stjórnarandstaðan barðist hæl og hnakka gegn því að veiðigjaldafrumvarpið yrði samþykkt, og svo íðan eru þetta sömu aðleiðnir sem að þykjast hafa mestu áhyggjurnar af auðlindunum þegar kemur að
að umræðum það í tengslu við ESB, þannig að það fyrir ekki sama hljóð og mynd, sko. Þetta eru líka einstaklingarnir og sömu flokkarnir sem að hafa barist gegn því að setja skýrt auðlindaákvæði í stjórnarskrá varðandi sko hvaða auðlindir eru í þjóðareigu og það skuli greiða af þeim eðlilegt gjald og afnáta þeim verði bara tímabundin. Þeir eru alltaf bara skegg þessu, alltaf. Heyrðu, en þessu að ljúka hjá okkur, ég veit að þú þarft að ljúka á annan stað en... Ég þarf að fara að klæða mig í upplitin og fara... Já, það er bara þannig. En 2 spurningar að lokum frá almenningi eða annaði komment og hitt spurning. Og spyr maður hvort þú hafi sóst eftir því að verða utanríkisráðherra og hvort það hafi verið sem sagt þitt megin markmið að verða utanríkisráðherra fyrir kannar forsætisráðherra. Nei, það var ekki markmið að verða utanríkisráðherra. Við fórum ekki í það að skipta í rauninni ráðuneytum fyrir að það var komið stór partur af málefnasamningnum. Eðlilega sóttist Samfylkingin mjög fast eftir forsætisráðherranum og ég bara gútir að það enda Kristrún, hún að standa sig, hún framúrskarandi í því sem hún að gera. Ég mjög stolt af henni og eins með Ingu. Við erum 3 ólíkar manneskjur en það frábært að vinna með þeim. En þau hafa plýtt á milli ykkar? Já, ég verð að segja og ef það er eitthvað kvenlegt heldur? Ég veit það ekki, við þekkist orðið betur, við tölum mjög opinskátt, það hafa komið atviku upp og tilvik þar sem við erum ekki sammála, þú hefur farið yfir sumtaði hér og þá bara leysum við það, við erum ekki, ég er ekki sammála Samfylkingu og flokki fólksins í öllu, sérstaklega þegar kemur að sköttum og gjöldum en við erum með sameiginlega þráð þegar kemur að velferð og félagslegu réttlæti og það er alltaf hægt að finna þessa leið og það sem ég teki með mér að það er gott að vinna með þeim og eins og þetta þróaðist og skiptist á milli flokkana. Ég er mjög stolt af Viðreisn og Viðreisnarráðherrunum, ég finnst þeir hafa komið sterkt út, hafa sinnt sínu hlutverki af alúð og hlakka til næstu 2 ára. Er þetta ekki heppin að lagareldisfrumvarpið fór ekki í gegn? Jú, bara það er eitt af þessum risamálum, það er bæði kostur og gallar, það er náttúrulega miklu meiri kröfur gerðar í því máli til umhverfisverndar en leið þá skil ég líka gagnrýnina sem að kemur á það mál en það er bara, það sem mér finnst skemmtilegast við þessa ríkisstjórn er að við erum að taka ákvörðun þó að sé erfiðar og við erum að það var verið að samþykkja ramman í fyrsta sinni í svolítinn tíma og verið að ýta á stað, það er ekki búið að fara að stað með virkjunarkosti í 7 ár, síðasta ríkisstjórn kom sér ekki saman það mátti ekki tala varnar- og öryggismáli hjá síðustu ríkisstjórn, það er alltaf svona sussu sem samt var margt fínt gert en það mátti bara ekki tala það. Við erum að taka ákvörðun það við náðum að selja Íslandsbanka án þess að yrði allt brjálað. Við kláruðum málefni IL-sjóðs sem er risamál fyrir ríkissjóð. Þannig að við erum að höggva ákveðna hnúta. Þarf maður að kyngja stundum? Já, maður þarf stundum að kyngja. Það er bara út af það gengur samstarf og við tölum okkur í gegnum hlutina og setjum mál á dagskrá, óhræddar og bara treystum íslenskri þjóð til þess að því hún er sterk, að því að sterk þjóð hún treystir sér til þess að ákvarðanir og sterk þjóð hún óttast það ekki að fá að vita meira. Við byrjuðum umræðan á Þorgerður Katrín á umræðinum ESB-hatrið og ég veit að þú færð alls konar hótanir og ógnanir og ég hef lesið ógeðslega ummæli þig og ég er sjálfur byrjaðar að fá morðhótanir bara núna sem dagskrárgerðarmaður af því að fólki finnst ég sem sagt of hlynntur í áinu í ágúst og þetta er mjög Manstu ógnina, það er alltaf þetta hræða þig til þess annarkvort að þegja eða draga þig í hlé. En mitt í öllum hávaðanum þá gleymist kannski að það eru alls konar skoðanir í gangi á stjórnmálum og ég ætla að lokum að lesa fyrir þig það sem að einn maður sendi mér.
Kæra Þorgerður, það eru margir sem hugsa hlýtt til þín þessa dagana fyrir það að standa í þessari baráttu fyrir okkur öll. Þetta baráttun hvort Ísland verði opið og gott þjóðfélag með jafnari tækifærum fyrir alla eða hvort Ísland verði áfram hálflokað klíkusamfélag þar sem örfáir ráða öllu. Hafðu óendanlegar þakkir fyrir að leiða þessa vinnu og standa í þessu þjarki svo hægt verða að toga Ísland í þá átt sem við eigum öll skilið. Ekki gaman að fá svona kveðju á 17. júní? Jú, þetta þótti mér vænt að heyra. Þetta var mjög fallega að skrifa, ég tek þetta til mín, en ég verð að segja, þú veist, já, það eitthvað þarna út á samfélagsmiðlum og það verið að monitora og vakta þetta og eitthvað en þú veist, ég að fá meira af klappi og hvatningu og að halda áfram. Bara síðustu vikuna? Já, ég hef gert það, ég hef fundið það og að fólk ánátt að einhver tekur slægin og þá segir, þú veist, það gott stundum eins og ég segi bæði að vera aðeins orðin eldri og vera með reynslu og alls konar reynslu, þannig að það bara að halda áfram og upp og allt fyrir Ísland. Það bara þannig. Einmitt. Segir ekki landráðakonan Þorgerður Katrín? Nei, bara alls ekki. Ég elska landið mitt sko undur heitt og það bara megin ástæðina að maður að þessu bröltöldi og það bara Ísland og Ísland og Ísland. Kæra þakkir fyrir að veita mér sem dagskrárgerðarmanni á samstöðinni snemma morguns á 17. júní aðgengi að þér til þess að heyra í þér. Það búið að vera langt síðan við fengum þið síðan sem gest. Mjög þakkláttur gangið vel í þínu störfum. Takk fyrir miklu heldur. Áfram göngu við göttuna, kæru hlustundur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Það komin tími til að ringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Vertu velkominn, Hilmar. Þetta ertu, takk. Nú eðlilegt að fara bara yfir hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjórnarinnar og Klerkastjórnarinnar í Íran? Já, þetta 14 punktar, þú veist að það rosalega mikið tísku í Washington að búa til svona punktar, sko, þetta gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis, en það sem ég vil fara þá yfir alla flesta þessar 14 punktar, bara lið fyrir lið, en það sem vekur athygli það, sko, að hvað Bandaríkin eru að láta, hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormúzsund verði opna aftur fyrir stríð, þá var þetta bara opið. Núna það lokað og það ótrúlega mikið sem að Bandaríkin láta af hendi fyrir þetta finnst mér. Og ég veit að það ekki mikil ánægja með þetta í Washington og ég alveg viss að það ekki mikil ánægja með þetta í þetta samkomulag. Þetta er náttúrulega ekki endanlegt samkomulag, það á að semja endanlegt samkomulag á að taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja að fara yfir hvert liðið eða hvert við viltu hafa þetta? Já, svo skulum við taka niðurstuna hvort að þetta sé merki þess að Bandaríkin hafi raunverulega tapað stríðinu eða ekki. En ef við bara stoppa mig, þú veist. Já, ef við skulum bara fara yfir þessa 14 punkta. En í lið 1, sko, þá verið að tala sko, þá náttúrulega verið að hætta stríðinu og og það á að vera með, og þar Líbanon með líka. Og þú veist alveg hvernig það hefur Ísrael hefur verið í stríði í söður Líbanon og Líbanon í þeim pakka. Og þá spurningin hvort að Ísraelar fallast á það. Það alls ekki ljóst. Og þannig að sko að það grundvallaratriði að stríðið hætti því að það sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem fyrst bara samningur sem gerður eða skilningur sem gerður áður en að gert endanlegt samkomulag, að þá spurning hvort að það haldi. Nú svo það í lið 2, þá eins og sé fallið frá
að segja refrained from interfering in each other's internal affairs, þá þessi búið að falla algjörlega frá þessu sem var upphaflega markmiðið að það stjórnarskipti. Það ekki lengur á dagskrá og þannig að það eins og þessi búið að viðurkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram. Síðan í lið 3 þá talað að þetta að semja þetta endalega og það að taka mest 60 daga og þá kjarnorkumálið, sko hvernig ég lesa kjarnorkumálið er ekki ljóst og við vitum það að samkomulagið sem að Obama gerði sem kallað JCPOA, það tók 2 ár að gera það, þannig að held ég hafi verið 2 ár. Þannig að það er spurningandi það, en alltaf svo þetta 4. liður, þá á að opna Hormuzsund og og segja The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal. Og þá er spurningin, sko, hvað eiga þeir við? Sko, Bandaríkin með herstöðvar þarna út allt, alveg í kringum Persaflóan, remove its forces, hvað átt við með því að það verið gengið langt í því? Og við vitum það ekki, en náttúrulega valla allar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag. Það er talað verði Hormuzsund, það verði opnað og það verði engin ekkert gjald tekið þar í 60 daga. En svo algjörlega óljóst hvað gerist eftir það. Og þá er talað það að Íran og Óman, þú veist að Óman hinum megin við sundið, að þeir muni define the future administration and maritime service in the state. Það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir að tala að vera að taka gjöld sem eru til að hafa tekjur á Hormuzsundi og myndi þá gera það í samvinnu við Íran og við vitum það að Íran búið að setja fót stofnun sem á að sjá þá talað að $300 milljarðar sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta $300 milljarðar, þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heila ári. Þetta mikið stór upphæð. $300 milljarðar, 90 slagar upp í að vera árleg landsframleiðsla Íran og það ekki vitað hver á að borga þetta en það talað jafnvel með þessi svo Gulf States þarna í kring takið þátt í þessu. Ég held að Trump hafi látið að koma fram Bandaríkin ætla ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa frystar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar. Þannig að þetta merkilegt, þetta slagar upp í að vera nýföld landsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þetta að ræða. Síðan 7. liður þá verið að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það eitthvað sem stórt skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran. Það mikið skref. En svo líka að tala það í 8. lið þá talað að Íran muni ekki leina að komast yfir eða þróa kjarnorkuvopn og þar vekur athygli að orðalagið ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem JCPOA sem var gert undir Obama-stjórninni. Þar sagt í því samkomulagi that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það miklu sterkara orðalag heldur en í þessu MOU sem núna. Þannig að Donald Trump ákvaða að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra, en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara neitt sterkara í staðinn og það meira sem sagt í samkomulaginu 9 þá að tala status quo on nuclear program að þá eins og það ekki að
að það eigi ekki að eyða öllu, að Íran hefur verið að auðga úran og það ótt það að þeir muni þróa kjarnorkuvopn og þeir eru konum við þetta langt neðanjarðar, en þá talaði að það verið óbreytt ástand. Í 10. lagi talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindrað. Og það kemur til viðbótar við þessa 300 milljarðar náttúrulega sem eru vítamínsbreyta, þá allt í einu búið að aflétta því, þannig að Íran getur óhindrað flutt út olíu og olíutengda framleiðslu. Og þannig að það eitthvað sko sem þeir að fá svo 11. liður. The United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU. Það þá eiga þeir að fá þessar eignir sem hafa verið frystar í öðrum löndum tilbaka. Og ég hef oft heyrt talað 24 milljarðar sem þetta sem töluverð upp þótt þessi lítið samanburði þessar 300 milljarðar sem eiga að koma, sem við vitum ekki hvað eiga að koma sem til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum. Og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það talið að jafnvel þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar, það talið með heilsi þetta eitthvað byrjun 124, þetta eru 167 milljarðar sem þarna eru, þannig að það væri enn ein vítamínsbrauta fyrir Íran. Og þannig að það annað mál. Síðan að lokum bara tala framkvæmdina á þessu, það að opna Hormúzsund og eftir ákveðin skilurinn sem talað í 1., 4., 5., 10. og 11. grein. Og svo að lokum á þetta að fara fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Þetta var að fara fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og vera samþykkt þegar þeir eru búin að semja endanlega, og þar vitum við náttúrulega Bandaríkin eru með fastafulltrúa, Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland. Þannig að þá þarf að samþykkja þetta þar. Þannig að mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúzsund var opið, frjálst, engin gjöld, stríðið hófst 28. febrúar á þessu ári, og eftir allt þetta að þá hvað Íran að fá mikið, og ég sá bara einn álitsgjafi sem var að fjalla þetta á alþjóðlegum vettvangi talaði að það eins og þetta hafi verið skrifað í Íran. Hins vegar þá getur maður líka, eins og við höfum talað í fyrri þáttum við það, og það sem Trump vísar í, að hann verður að semja hann verður að semja vegna þess að þetta er bara svo hættulegt fyrir heimsækjakerfið, þetta getur leitt til alþjóðlegar kreppu og það komið í ljós eftir stríð sem búið að standa yfir nægilega lengi til að sjá það að það ekki vinnanlegt hernaðarlega. Þó sá ég Mike Pence, fyrrverandi varaforseti sem kom til Íslands á þessum tíma, hann var að tala það að opna Hormúzsund með hervaldi. En ég held að það væru allir búin að átta sig á því, og það eru margir hershöfðingjar og aðilar sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að opna Hormúzsund með hervaldi, en hann var enda að tala það. En ég held að Trump sé búin að átta sig á því, það er ekki hægt, það er ekki möguleiki, og þá stendur hann frammi fyrir því að steypa heimsækjakerfinu fram að einhverju hengiflugi eða allavega skaða það mjög mikið, og það ákveður hann frekar að fara þessi skref. En það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir, því að Íran getur ennþá lokað Hormúzsundi, og það getur verið að gengið ennþá lengra sem við talaðum áður loka Rauðahafinu. Þannig að Íran er að koma sterkt frá þessu að því virðist. Ég sé ekki annað, og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að það er greinilega allt kapp lagt á að ljúka þessu. En það er kannski of sterkt að orði hvernig við kallir þetta svona uppgjafa samninga Bandaríkjanna, en það liggur við að Íranir fá eins konar skaðabætur í þessum 300 milljarðar sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar. Þeir losnaði við viðskiptaþvinganirnar, þeir fá aftur eignir sem hafa verið frystar víða heim.
Það talað að þeir hleypi öllum í gegn í 60 daga á Hormuzsundi og gerir síðan samning við Óman þar sem hefur verið rætt möguleika á því að rukka 1 eða 2 dollara á hverju olíutunnu sem þarf fyrir í gegn. Þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur þeir gerðu áður við Obama-stjórnina. Þannig það raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá spurningin til hvers var farið í stríðið? Já, það góð spurning. Það sem talað í dag það að Netanyahu sem að horfist í augu kosningar ekki í október, að hann tókst að samfæra Donald Trump eitthvað sem hann hafði ekki tekist að samfæra aðra forsetana að það væri hægt að stjórnvöld í Íran væru bara að hrynja og það þyrfti bara loftarásir í nokkra daga, þá myndi allt hrynja og fólki í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búinn að fara til Venezuela og láta handtaka forsetann og hann var í einhverju svona bjartsýnn að Bandaríkin gætu að fara til í einn annar land og handtaka forsetann. Sú aðgerð þótti hernaðarlega hafa tekist mjög vel en auðvitað stekti hann ekki stjórnvöldum frá stóli en hann rændi forsetann. Svo síðan kemur þetta þessi hægt bara nokkrum dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keypt þessa hugmynd frá Netanyahu að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu hægt að nota áráðast á Íran lofti landherinn var aldrei inn í myndinni og það ekkert að beita sjó hann gat bara beitt árásir úr lofti sem reyndar held ég að sé að vita að það aldrei nóg sjáum þessu stríði í Írak þá þurfti til þess að koma Saddam Hussein frá völdum þá þurfti landir til þess að taka hann það var ekki nóg að vera bara með loftarásir en allavega það virðist að hafa samkvæmst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopn þeir geta hafa gríðarleg völd með því að geta loka Hormuzsundi hvenær sem og gert mikið tjóna heimsækjum þannig að sumir tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopn allavega hafa þeir mikil völd og það alveg ljóst að Bandaríkin eru vel sett eftir þetta og það held ég mikil óánægja með stjórnmálamanna í Bandaríkjunum og ekki bara demókrata heldur úr flokki forsetans mikil óánægja það myndi að sjá hvernig Lindsey Graham sem svona harðlínumaður með Ísrael mjög óánægður ég held að Netanyahu hafi ekkert sagt neitt opinberlega ennþá en það hafa komið yfirlýsingar frá það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óánægðir með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera. Ég meina, það í þessu MOU að það verði vopnahlé í Líbanon. Hvað gerist ef að þeir brjóta það? Íranar náttúrulega vita það að þetta ekki vinsælt samkomulag í Ísrael. Á móti sjá náttúrulega Íranir það. Þetta náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar aflétta viðskiptaþvinganir í styrkjum, afhenda eignir þessi sjóður eins og ég sagði án, þetta bara stór hluti árlegri verkli landsframleiðslu þannig að þetta náttúrulega heilmikil vítaminsbrauta fyrir Íran þannig að ég býst því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika. Svo verður samið endanlega þetta 60 daga ferli. Við vitum að semja kjarnorkuprógrammið eins og sagði með Obama tók 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánuðum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með. En við líka athuga það að þegar Obama gerði samkomulagið við Íran á sínum tíma að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri tími þess að þetta væri lítið á þetta sem hryðjuverka stjórnvöld að vera að afhenda þeim mikla peninga og það voru einhverju tugir milljarða kannski. En það sem hann núna að gera með þessu samkomulagi miklu meira, hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi
sjálfur, Bandaríkjunum, en það er óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið af mörkum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja, lönd sem hafa hagsmuni af því að opna þarna, svo Suður Kóru og Japan, hvað eru lönd sem að... Sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn hag af því að stöðva þetta stríð sem að hafa eins og kallað sko tilvistarlega ógn að þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunninnviði eins og bara vassinnviði í þessu löndum. Þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði. Já, það er voðalega erfitt að vera að passa sig sem maður er að lesa fréttir hvað áreiðanlegt einhvers staðar sá ég einhvers staðar að United Arab Emirates væri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöðum sem hún nefndir sem eru bara grundvöldin fyrir því að sé hægt að búa í þessum löndum, þetta eru eyðimerkur raunverulega og það er verið að taka þetta vatn úr Persaflónum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orkuinnviðirnir hversu erfitt er að verja þá, við sjáum það ekki bara í Persaflónum, við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína er að ráðast á orkuinnviði í Rússlandi að það er erfitt að verja þetta. Þannig að þeir sjá fram á það, eyðileggingu. Það er ekki bara það að Persaflóin sé lokaður og sem land svo Katar sem flytur út gas, þeir komast hvergi með gasið nema að Persaflóin sé opin. Og annað Hilmar að það er náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það er ekki þannig að Bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma samskipti við Íran. Já, það er náttúrulega stór hluti að árið verið við tjóna þessum herstöðum sem Bandaríkin eru með í nágrenninu, mörgum þeirra, og bara sýnt, við séum loftmyndir af þessu. Og það er spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstöð frá Bandaríkjunum sé eitthvað sem er öryggisreglíf fyrir þau eða er þetta skotmark og þau þurfa að meta það og svo er spurningin hvort að Bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að Bandaríkin þau hafa verið að taka vopn og alls konar búnað frá Austur-Asíu til að færa þetta einhvern hvort að Bandaríkin menn vilja raunverulega sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir paragraf 4, the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of the final deal. Og þá er spurningi hvað þetta all proximity þýðir. Og svo náttúrulega líka er það að þessi lönd, ég held að landið eins og United Arab Emirates hafi verið að gefa sig út að þetta verið svona Sviss, Evrópu eitthvað svona, þetta er ríkt land og þarna var, ég kom til Katar fyrir nokkrum árum, þá var þetta náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi, þú ert algjörlega öryggur hvar sem þú ert, þetta eru stöðu lönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestar hafa verið að fara þarna, að þetta sé mjög lítið pólitísk áhætta að fjárfesta í þessu löndum, þetta sé mikið pólitísku stöðuleiki, þeir hafa góð tök á sínum málum, þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að fá erlenda fjárfestingu á þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gagnrýnt. En núna er bara það, staðan er þannig að Íran er bara með kverkatak á þessu löndum og getur nýta hvenar sem er. Þannig að það lítur að vera allt endumat á öllum eignum og framtíðarhorfum og velsælt þessara landa lítur alltaf þurfa að endurmeta í þessu ljósi. Sátarnir hafa geta hluti til eitt þess út með því að leggja leiðslu þvert yfir Sádi-Arabíu, en það leysir ekki alla vandan, það samt leysir vandan hjá þeim að sumu leyti og svo líka annað eins og Katar, þeir eru með þessa herstöð frá Bandaríkjunum ekki bara út af Íran og Katar. Þannig að þessi Arabaríki hafi ekki alltaf verið samstíga, en auðvitað er aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran, það er ekki alveg ljóst og Íran auk þess er ekkert eitt, þeir eru með, eins og þú veist, að fá aðstoð frá tæknilega aðstoð og alls konar aðstoð bæði frá Rússlandi og Kína, en allavega ég er alveg sammálaður að Íran er að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo er líka þetta varandi við kjarnorkuvopnin
ég meina hverjir eru raunverulegi möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ég held að það kemur hvergi fram í þessu samkomulagi, en þeir ætla að útfæra það á 2 mánuðum, en hvort tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert 2 árum, það efast ég, en það kemur bara í ljós. Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkert sérstaklega vel, en sá sem kemur kannski verst út úr þessu er Ísrael. Og það er eins og að þetta stríð við Íran hafi geti breytt samskiptum Bandaríkjanna og Ísrael. Núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnin augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja, og það voru svona trúnaðarbrestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð. Og auðvitað er það þannig að þótt að sumir vilja kannski draga það upp að Trump og Netanyahu og segja okkur vitleysingar, að þá vita þeir líklega báðir að þegar horft yfir söguna þá er eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkisstjórn með loftárásum einum. Og þar leiðandi hefur legið fyrir einhver fullyrðing frá Ísrael, frá Mossad leyniþjónustu Ísrael, að í þessu tilfelli væri stæði klerkastjórnin svo veikt og stjórnarandstaðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klerkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmu með loftárásir að fullu afli. Þegar áreynir þá reyndist þetta að vera tómþvæla. Það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr möguleikum Bandaríkjanna á því að treysta því sem að Ísrael segir, ekki bara það sem Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli, heldur næri þetta djúpt inn í svona grunnþætti Ísraelsk ríkisvalds, það sem er leyniþjónustan er svolítið lykilatriði. Hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina, að Bandaríkin myndu knýja eitthvað lausn í gegn í Líbanon að hlusta á Ísrael, eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir? Já, þannig að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistaróknir sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta, þó að þeir sem ég að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið nein stjórnarandstaða Íran sem var tilbúin að taka við og taka við af klerkastjórninni ef hún færi frá. Ég er engin aðdáandi þessara klerkastjórnar síður en svo, en það var engin tilbúin að taka við, og reynslan sýnir það að svona loftarásir þær duga ekki, en einhvern veginn, og maður sá það í fyrstu dagan eftir að árásinnar Íran hófust, þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael, þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta tækifæri að taka við stjórn landsins, sem gerðist ekki. Og við vitum líka það að svona loftarásir að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma, vegna þess að það er ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni, heldur líka fólk sem það er ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli, heldur líka þeir sem eru á móti henni, og það er ekkert vinsælt í Íran að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin séu að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti. Þetta verður Íran sjálft að vinna því í gegnum þessi vandamál sem það er og þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum hljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan alltaf einhverju tugir aðila ef ekki 100 sem eru í forystunni. Það er bara skiptum að þetta er landið upp á 90 milljónir manna og þá bara taka við maður með 2 og maður með 3 og þeir eru meiri harlínumenn heldur en hinir, þannig að það verður engin og Netanyahu, ég veit ekki sumir eru að segja hann Trump hafði sagt, Trump hafði sagt Netanyahu að hann er í fangilsi ef ekki væri ekki vegna sinna aðgerða sín stuðnings. Netanyahu var náttúrulega í persónlegu vandræði og sumir halda því fram að eina leiðin fyrir hann að halda áfram sé að það séu ykkur átök. Ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta hefur oft heyrst, en það er alveg ljóst að svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyahu og Trump séu mjög slæm, fallið þung orð, við höfum heyrt að öðru hverju. Ég hef ekki heyrt sambandurinn beint, það er styrt samband, auðvitað Netanyahu hikar mjög við að gagnrýna Trump, því að Ísrael er algjörlega háð Bandaríkjunum, bæði efnahagslega og varðandi vopn, þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael
að halda áfram að Bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur Netanyahu litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að ganga frá Íran og meðan hann hefur forseta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það en þetta hefur ekki gerst og mér skilst í Bandaríkjunum séu stuðningur við Ísrael frekar að minnka hins vegar þá og stríðið í Íran óvinsælt meðal bandarísks almennings þannig að og approval rating hjá Trump eða þeir sem telja hann sé að vinna vel sem forseti og að hagsmunum landsins það ekki margir stór hluti þjóðarinnar sem á þeirri skoðun því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First Policy og engin new forever engin stríð sem að taka endalausan tíma stoppa það alltaf en þetta stríð búið að vera óbáslega dýrt og svo náttúrulega kosning midterm-elections í Bandaríkjunum í nóvember og það örugglega þrýstingur innan flokks Donald Trump að leysa þetta mál en á móti heyri ég núna að sumir þingmenn republikanar í sjokki að hafa séð hvað gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterka stöð í framhaldinu vegna þess að þeir geta lokað Hormúzsundi hvenær sem eða bara ef þeir í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað Hormúzsundi neðan Rauðahafinu sem veri líka mjög slæmt og svo annað það er flugskeyti eða eldflugar sem Íranar hafa verið að skjóta í kallað ballistic missiles, cruise missiles að það ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringu sig og Ísrael og þeir hafa sagt svo við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til náð til Bandaríkjanna en við getum eyðilagt herstöðvarnar þeirra alls staðar í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklum skaða og þeir hafa gert það. Svo heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá því það var gerð krafa það að Íran myndi ekki vera með þessa proxies í kringu sig, þeir myndu láta af stuðningi við Houthis sem í Jemen sem náttúrulega geta lokað Rauðahafinu, þeir myndu láta af stuðningi við Hamas sem á Gazasvæðinu eins og þú veist og svo myndu þeir láta af stuðningi við Hizbollah í Líbanon það var sagt en það ekkert talað það þarna og við vitum ekkert hvernig eins og ég sagði áðan hvernig Ísrael mun bregðast við þessu hvort að þeir munu bara halda áfram stríðinu við Líbanon til þess að koma í veg fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hizbollah, hvað þeir gera. En má ég spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjanna og Ísrael eða það hvað Ísrael háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóðra Ísrael af vopnum og þá geta þau raunverulega ekki skotið þeim vopnum á nein skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykkja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það að þá geti það orðið til þess að Bandaríkjamenn myndu draga stuðningsinn tilbaka og varnir Ísraels falla saman. Já, það er alveg ljóst að nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast John Mersamer, Steve Walt í Harvard, John Mersamer í Chicago og þeir hafa lýst þessu áhrifa svo kallar Ísraeli lobby, hvað áhrif auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er ekki búið að semja endanlega, þetta er bara MOU í 60 daga og svo á að semja en allavega það sem er búið að gefa eftir það er svo mikið að það tilbaka svo veltið maður líka fyrir sig Ísraelar eru með kjarnorkuvopn ég veit ekki hvað þeir eru tilbúnir að ganga langt hvað þeir gera en auðvitað þetta samkomulag sem við sjá þetta MOU það þýðir það að Íran að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega nota þetta líka í hernað ég sé ekki hvernig á að koma í veg fyrir bara líka ef að hagkerfið styrkist svona mikið það var bara mjög mikið samband á milli sterkt hagkerfi
það þýðir það að ef þú vilt að getur verið komið sterkan her líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningum sem hann er að koma inn en varðandi Ísrael, ég meina, ég veit ekki hvað þeir gera, ég held að það sé alveg ljós sko að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskiptum við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldinu þessu. Ég veit hvort að Netanyahu verður forsætisráðherra áfram eftir kosningar í Ísrael, ég veit það ekki. En hann verður að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann er búinn að brenna sig illa á þessu. Og þetta skadar Bandaríkin. Bandaríkin þetta eru ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum og sér hvernig Pete Hegseth talaði hérna hermálaráðherra. Það var hvernig hann talaði þetta að Bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og Donald Trump Það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væri búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum. Í júní í fyrra þegar var gert 12 daga árás þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðileggja allt sem kjarnorkuprógram Íran, allt saman verið ónýtt. Og við vissum það að það var ekkert rétt, sko, þeir voru ekki með vopni til þess vegna þess að Íran eiga náttúrulega von á þessu og eru búin að koma sínum kjarnorkuprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur. En þetta var sagt og núna sagt að það er örugglega búið að stórskaða sjóherinn þeirra. Það er búið að valda ýmsu tjóni, sjóherri Íran, það er búið að valda örugglega miklu tjóni í Íran og ekki síst á bara borgaralegum eignum og líka fornum minjum sem hafa verið eyðilega sem Íranir eru örugglega mjög reiðir yfir. En það er leyniþjónustan, ég að heyra upplýsingar um leyniþjónustu Bandaríkjanna og leyniþjónustu segja að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðarlega. Þeir hafa ennþá mikla getu og þannig og það hlýtur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomulag, hann sér það, hann auðvitað veit, sko, við gerum alltaf greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaða dyr, hann náttúrulega að fara í kosningabaráttu, þannig að hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við segir út af þessu samkomulagi sem núna er komið, þeir eru algjörlega að sigra stríðið og svo mun Bandaríkjamenn gera það líka en það er alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hernaðargetan er ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tveggja annarra stórvelda þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en það gerir ekki neitt. Ég held að sé sennilega rétt hjá hann. Því að þetta er skárra heldur en að setja allt heimsækkerfið í uppnám. En hann hefur áður svona lagt á borðið samningsdrög í alls konar punktum sem að síðan hefur ekkert orðið bara fyrir meira en ári síðan eða ári síðan að þá voru samningsdrög til þess að slökkva á Úkraínustríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu gagnvart kröfum Rússa. Það var ekkert af þessu. Nei. Það var sko, ég meina þeir náttúrulega hann með Steve Witkoff í þessu og Kushner, þetta eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir alþjóðasamskiptum, hafa enga reynslu. Það hefur verið bent á það oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það væri búið að semja 90% eða 95% og þessi 10 eða 5% sem átt að vera eftir, það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja þetta er bara eins og til dæmis hvað að lega landamærin að vera hjá Úkraínu, hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO og stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður frystar eignir Rússlands í vesturrænu bönkum, risastóra atriði sem er ekkert búið að leysa og hafa aldrei verið leyst, þannig að það var ekkert úr því en með þetta þá held ég að sko, ég held að það verið utanríkisráðherra Írans sem sagði það að þetta samkomulag ætti marga óvini og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið hvata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu. Við utan það að ef þeir fá þess að 300 milljarða eitthvað skonar
sjóð sem að vinnur að uppbyggingu í Íran og þeir fá þessar peningar tilbaka sem eru frystar eignir ef þeir eru aflétt viðskiptaþvingunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979, þá það bara risastórt mál fyrir Íran. Þeir hafa allan hvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og Bandaríkin ekki að láta mikla peninga frá sjálfu sér í þetta. Þetta aðalega spurningin hvaða álit Bandaríkin hafa þetta verður á stöðu Bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beinlínis peninga í þetta og það gefur svo bara í ljós hvað þessi svokölluðu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið. Ég held að voru að benda á það áðan að senn eru þau tilbúin að leggja töluvert mikið af mörkum og maður getur alveg ímyndað mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðilar séu tilbúinir að koma og leggja töluvert í þetta bók vegna þess að þessir aðilar hafa mikla hagsmuni. Það er ekki að spurningi hvað einkaaðilar, fyrirtæki og einkaaðilar í þessu löndum eru tilbúin að leggja mörkum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika. Því þetta náttúrulega, ef þú skoðar Persaflóan, þarna eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem þarna hafa verið og þetta hefur litið á þetta sem svona örugt svæði, mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta. Allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæðis gjörbreyttur og miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif á verð fasteigna þannig að það eru margir aðilar sem hafa mikla hagsmuni af því að það náist einhver stöðuleiki þannig að það ekkert víst að verið eitt erfitt að fá þessa 300 milljarða dollara þó að Bandaríkin kom ekki beinlínis með peningarnir því að Donald Trump að segja hann ætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál. Þessi held ég Það er alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að það hefur bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúðarhús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta Sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi nýkomið til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sarraj. Og í Sýrlandi sunni-múslimar í miklu meiri hluta en Hezbollah Shia-múslimar eins og í Íran. Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump eiginlega að meina með þessu? Ætlar hann að siga Al-Sierra sem að Ahmed al-Sarraj var nú eiginlega liðsmaður í áður en hann komst til valda. Ætlar hann að siga þeim á Líbanon í staðinn fyrir Ísrael? Ég hef ekkert verið að skoða Sýrland mikið. Ég held að það sé voðalega erfitt að múslimaríki að fara að eyða öðru múslimaríki. Það ákveðin samstaða með múslimum. Það líka ólíkar tegundir múslima í Íran og Pakistan. Og Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran-máli. Þannig að ég myndi ekki að múslimar fara, hvort þeir eru Shia eða Sunni, menn þetta þyrfti maður helst til að vera almennilega asýris og þyrfti maður að læra trúarbragðafræði. Það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í samskiptum. Það er mikilvægt grein til að skilja því ég er ekki sérfræðingur í Shia og Sunni en mér finnst þetta að vera fráleit, ég meina Sýrland í upplausn og niðurbrotið land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi, hvað þá þeir fara í stríð við trúbræður sína þó þessi tilheyra öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar múslima en þessi lönd ég held að sé ekki þau myndu fara að ráðast hvert á annað. Ég meina það eina landi sem hefur áhuga á að ráðast á eða vill eyða í Líbanon Ísrael og taka suðurhluta Líbanon, það er landið sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess og ég sá líka, ég myndi að segja sem Trump sagði að þau eru að sprengja upp heilu blokkirnar af því að það er einhver kall sem að gengur, einhver sem gengur inn í þessa byggingu sem þeir halda sér óvinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað. Þannig þetta eru mjög svona, ég skil verið að Trump sé farin að pirrast yfir þessu og það er greinilega orðaskiptin sem fara fram. Hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við Netanyahu, ég veit hvað það er alveg rétt en ég heyrt að hann verið sagt að hann hefði enga dómgreind og ég meina það má segja að það sé alveg rétt en
eins og þú varst að benda á líka. Það var haft eftir Trump. Það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu. Já, ok. Þá því maður setur alltaf fyrirvara, ég heyrði þetta ekki sjálfur, það er svo margt sagt, maður er alltaf að reyna að tekka hvað er rétt og hvað er rangt í þessu, en það er náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að Bandaríkin ákveða að draga verulegu stuðningi við Ísrael, þá verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu. En það eru til menn eins og John Mearsheimer, prófessor sem þú veist hver í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram á kenningu að ef að Ísraelar verða mjög óttaslegnir við Íran og að verða og sjá ekki fram á það, úr því gátu ekki með þetta tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og með notaðslu öllu, það gátu ekki raunverulega komið í veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjarnorkuprógram, hvað þeir muni gera með sitt, hvað Ísrael dettur í hug að beita kjarnorku, ég veit ekki, ég vona að það sé ekki neina líkur á því, en það er spurning hvað Ísrael að ganga langt ef að þeir sjá fram á það að Bandaríkin er ekki lengur með þeim í þessu og jafnvel Bandaríkin sem er ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum getur ekki fundið eina hernaðlaust á þessu máli. Það getur ekki, Bandaríkin get ekki opnað Hormúzinn, hversu ótrúlegt sem það er. Að svona fátækt ríki eins og Íran sem er búið að vera með undir miklu viðskiptaþvingunum og svelti í hér halva öld, að það skuli hafa þessa getu sem það hefur, að það náttúrulega vekur spurningar og það spurning hvað Ísraelar gera þarna mótin. Mér kem ekki óvart þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin, fyrir Ísrael að fá aðstoð frá Bandaríkjunum, þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öldungadeildinni sem eru bara styðja Ísrael í hvaða vegferð sem Ísrael fer, þannig að þeir hafa gríðarlega mikið stuðning. En það er alveg ljós að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði, fyrst að Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði, þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki tilstaklega vel sem hagkerfi, þú getur ímyndað hvernig hagkerfið þeir farið. Ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamannaþjónusta, þetta er náttúrulega land sem mjög margir vilja heimsækja, það hlýtur alltaf að vera meira og meira ónýtt, þannig að hagkerfið hefur orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sennilega orðið töluvert mikið eignatjón í landinu og það vill enginn fara þarna og svo líka margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna lengur því það er enga líkur á langtíma friðarsamkomulagi í þetta, þannig að þetta hefur stórskaðað hagkerfi Ísrael þetta ástand sem þarna er orðið og svo maður ætti að heyra hvað þeir gera í framhaldinu. Ég þykist vita að það sé mikil reiði með stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag. Herðu, Hilmar, við skulum sitta að koma núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þarnæstu að fjalla heimsmálin. Því miður er nóg að fréttu þann, en kannski er þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökkva á þessu stríði ef að það er búið að slökkva á því, við veitum það náttúrulega ekki, þetta er ekki samkomla sem nær djúpt inn í forsendur átakanna í Mið-Austurlöndum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samdi í tengslu við Gaza, það er ekkert sem bendi til þess að það slökkvið á þeim vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir Já, ég held að það sem við vorum að segja áður, við vorum að segja það áður, að þetta er mjög erfitt að semja, en það er svo miklu hagsmunir í húi að Trump er tilbúin að ganga mjög langt og það er sem hann hefur gert. Já, þetta er svo sem ósku blíkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. Takk fyrir í bíli, við heyrjum svo seinna. Takk fyrir, takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kaplir eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason
og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns fólk sem á eftir að hafa áhrif á lífið, á líf mitt að minnsta kosti, því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, kannski 8 til 10 árum, að þá kynntist ég konu sem var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd, og við höfum verið vinkonu síðan. En það er ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hingað til mín, heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook, þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á þjóðmálum, pólitík, umhverfismálum og bara nefndu það, og fengið mikil viðbrögð, verð ég að segja. Og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl efnahagsmál, þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörgu Ottesen hingað til mín í dag, og verður velkomin, Ingibjörg. Takk að þið fyrir. Ég má nú til með að byrja því að spyrja þig, ertu alin upp í pólitísku umhverfi? Já, það má nú eiginlega svolítið segja það, að það var nú ekki mikið, en það er svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það, Pabbi var dálítið hávær og var mikið í svona verkalýðsfélagi, virkur, og já, ég man vel eftir því, en mamma kemur úr sveit, aðeins öðruvísi pólitík, en þar var pólitík samt, en hún gekk út á kannski annað. Svo var kostningaskrifstofa heimiliðin í Breiðagerðinu. Já, ég hef nú gaman að segja frá því. Þá eruðu vendingar í mínu lífi. Ég get alveg sagt það. Það var þannig að við vinkonurnar, sem eru nú vinkonur enn, búin að vera frá því vorum 5 ára, við vorum að þvælast á milli kostningaskrifstofa, og það var ein ofar í Breiðagerðinu, XD, og þangað fórum við og fengum kók og Prins Pól og fullt af krökkum, og okkur var sagt það að ef við myndum kjósa þá, þegar við erum stór, þá erum við ríkar, og ef við myndum kjósa kommana, þá erum við bara fátæk. Og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér, og ég var nú sennilega mjög hvatvís, og ég fór heim, og upp á lofti var aðalmaðurinn þar, Guðmundur nokkur, Guðmundsson, Guðmundur Jóð, alltaf kallaði bara Gvendur Jaki, og ég lét hann vita því að ég myndi aldrei kjósa kommana, því þá ég fátæk og ég var með einhver læti, þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankaði á millihurðina inn í heima og hjá mömmu, og sagði: Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttur þína? Og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum, Gvendi Jaka, og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á Höfn sem voru byð í röðum í kulda og krapi, hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun, en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona til hægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki, og börnin sultu, heilu hungri börnin heima fengu ekki að borða. Og ég myndi eftir því þegar það hafi verið rosalega mikið verkfall, þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftum við að spara olíuna, það var olíukynning þá heima, og þá var rosalega mikið talað pólitík. Svo var ég heilmikið á heimili föðursystur minnar, Huldu, af því hún átti son sem var á svipum aldri og ég,
og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta. Þannig það alveg hægt að segja það. Þú hafi orðið sósíalisti bara á þessum tíma? Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnuð eða bara mjög félagshyggju sinnuð og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað síðan. Bara fátækt fólk. Og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn. Og orð hans Guðmundar, Gvendar hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hina, það eru stutt kveðja sko en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár og alveg börnin eða þau börnin okkar þekkjast, þetta mjög náin svona vinátta en hún alveg stæk sjálfstæðiskona en mjög réttlát og réttsýn og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til Nei. Hún bara mjög réttsýn Þú varst hvað langt síðan þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook? Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því, mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari á kenna í grunnskóla en ég hef alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ipagogg en ég hætti að vinna 68 ára gömul, 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju. Þú skrifar allt mögulegt milli heims og jarðar, þó aðalega pólitík, verð ég að segja, en þú hefur verið að skipta þér af umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynhneigðra og nefndu það bara, allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungulaust á Facebook. Já, það hefur verið kvartað undan því, ég sé bæði orðljót og dóni og það allt í lagi. Ég get ómögulega notað einhver jesúnöfni þegar ég að tala þegar ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur, lýgur, þá á ég þá bara ég nota orð við hæfi að mér finnst sko. Já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við. Þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónasson. Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess finnst mér. Bara hvernig stendur á því hvernig stendur bara virkilega á því frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans passa alveg við mitt en ég satt 2 fundi þar sem Steingrímur Jóð var og Margrét Frímannsdóttir. Það var svona svolítið keppni kannski eða eitthvað á hvor yrði nú aðal og þegar það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þolað vinsældir hennar og þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli. Engin millivegu farin og bara svona frekja. Og hvernig stendur á því miðað við hvernig þeir töluðu þá og þau, að það hefur ekkert breyst. Þjóðfélagið hefur breyst, kaupmáttur orðið miklu meiri, en það jafn mikil fátækt og var þá
og það hefur meiri segja bara velferð öll, hún hefur hnignað og kapitalism, þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja eiginlega kannski þegar kvótakerfið, ekki þegar það kom á heldur, þegar það var gert framseljanlegt, að þá hefur bara kapitalismin og bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að það sé bara framinn glæpur alltaf á Alþingi, bara nánast á hverjum degi. Þetta fólk sem ætlar að vinna landi og þjóð gagn, það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmunaöflum og það ekkert samtal tekið, þeir bara ráða. Hvað áttu við með því, Ingibjörg? Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Þar málið mér svolítið skilt. Ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barnið mitt á Seyðisfirði, giftist Seyðfirðing, fallegu fjörður, 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíaeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif. Ég aldrei tengt Noregi og veit alveg að þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi, þeir geta ekkert lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eyðileggja laxveiði ár. Hvernig stendur þá á því að stjórnmálamenn stopp ekki, tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara. Mér finnst það glæpur og það sem að gera snúna að þetta framsal, að það í þinginu þetta lagareldi, að gera það framseljanlegt líka og hverjir kaupa. Við erum búin að sjá það þegar að Borgun var selt til dæmis, kreditkortafyrirtæki út úr Landsbankanum, ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem sagt. Vísakortið sem var fyrst Borgun og svo Valitor, nú það Rapid og þetta finnst mér vera glæpur. Þetta ekki eitthvað frjálsamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur. Já, þetta. Já. Þú hefur líka gagnrýnt heilmikið þá sem eru hræddir við aðildarviðræður við ESB, út af vegna ESB. Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjávar útvegur og eins og til dæmis með landbúnað, ég myndi aldrei samþykja ekki að ganga í ESB ef að leggja niður landbúnað á Íslandi. Það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur, þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg. En það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira, hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur. Það allt í lagi að skoða þetta og leyfa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin. Og svo þessar dylgjur ráðamanna eins og við þegar aðildarviðræðurnar voru, þegar Jóhannustjórnin kom, þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðildarviðræður. En það var ráðherra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til. Svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn. Og hvað þýðir það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning, við vitum hvað það þýðir. Það þýðir
sko mútur, bara á hreinni íslensku. Og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta, þá þetta eitthvað svona, EPA, einhver styrkur, ég kann ekki að segja það á ensku, en það svona öll lönd sem í aðildarviðræðum, fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins. Og það bara opinsgott, það ekkert verið að fela neitt, þetta bara styrkur. En hann leyfir sér þetta, forsetinn fyrrverandi, hann leyfir sér alls konar dylgjur það og akkur á móti því. Þetta svo hróplega mikið á móti lýðræði. Ég veit ekkert hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar, en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju. Við vitum það, við ráðum hvort ég engu það, því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem virðast ráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðinn af því. Við fáum bara eitthvað örlítið, þó svo að sé búið að hækka veiðigjöldin, að þá eru þessir aðilar sem eru þarna Samherji og Guðbjörg í Vestmannaeyjum og Guðmundur í Brim og fleira. Þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengd sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira, og við vitum það eftir því sem þeir eignast meira, þá ráða þeir meira. Eins og hvað gerðu þeir þegar var tilkynnt hækkun veiðigjalda? Þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað. Hvernig má þetta vera svo á móti því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hika ekki við að ljúga þetta fólk sem í vinstri grænum, að því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan, og við sem höfum lesið Eimreiðar elítuna og besti vinur Aðal og eigum rannsóknarskýrslu Alþingis, við vitum þetta svo mikil spilling, og ef við göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna, og við vitum, en stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegir en þetta, að þeir eru eins og við séu bara undir. Já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum. Maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona hrætt. Það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum, að vera að kanna það. Hafa allir möguleika á að segja nei þegar það kemur. Við hvað fólk svona hrætt á þessari stundu? Já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði ánæðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánæðir, og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerðir. Á óttin þeir missa tökin. Þetta fólk sem búið að vera með völdin í 20 ára. Óttast þetta fólk þá að þjóðin segi já við góðum samningi, hugsanlega? Ég var að lesa það í gær, að því ég vissi að þú myndir spyrja eitthvað svona. Þá var ég að lesa það í gær, ég spurði reyndar bara alla frænda. Hver þau áhrif þess á Samherja ef við gengjum í Evrópusambandið? Jú, mjög mikil áhrif var sagt. Þeir myndu tapa ýmsu, það eitthvað með makrir og eitthvað. Ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það, en það myndi þeir myndu missa tök á mörgu. En það ekki allt í lagi? Einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara móka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega
og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á. Við vitum það og það eru málaferli, við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu. Þó þeir þrætti. Viljum við á endanum, munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virka hér bara og láta erlenda ólígarka taka hér völdin, kaupa þá orku sem við framleiðum, við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri Landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við verðum alltaf að halda áfram. Svo var einhver einn sem sagði á samfélagsmiðlum það var eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stekka það þá færi það á hausinn. Þannig að það er verið að segja mann það ef að þetta er rétt að hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið? Hún springur. Já, er það ekki? Hvernig er þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíaeldi og þeir og bara alltaf eiga að selja og leyfa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunninnviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunnþarfirnar. Á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðarkerfið bara minnkað 4 ár var hún held ég menntamálaráðherra hún Katrín. Akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla. Tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka. Þau eru ekki ólæs þessir krakkar. En skilningurinn er bara farin. Og ef að, nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist á henni get komið þessu öll til fólksins, það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki í jörðinni. Þessi stjórnun sem er. En hvað segir þá þessa hægri sveiflu sem að nú veriðist vera ríkjandi, ekki bara hér heldur víða erlendis? Nú, það sama. Það er bara sama, þessi græðgisvæðing og græðgi bara eina dauða syndunum 7. Og græðgi þetta minni mig á bara alkoholisma eða fíkni og ég hef nú aldrei sagt að taka og breyta því og fór ekki á námskeið, fór í skóla og er áfengis- og fíkniefna ráðgjafi að mennt til að reyna að stoppa þá sem ég þykir væntum ýmsu. Þetta minnir mig á það er eins og græðgin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin. Þetta er fíkn. Að geta ekki slakað á þegar maður er búin að eignast þar sem þarfir manns segja til eða húsaskjól og já, það er bara endalaust. Nú hefum við lesið það að Bretar er ekkert sérstaklega ánægðir með það að hafa gengið úr ESB? Nei. Elítan er ánægð og það er hún sem stjórnar því að það farið, það tatt sér hreyfingin sem að stjórnar því að þið ganga úr sem kallaði Brexit. Já. Og það er yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það
og efnahagurinn hefur hrunið og það er ekki eitthvað, ég er ekki vön að ljúga, ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi, það er bara ekki góð staða í Bretlandi. Þeir sögðu sig úr að því þeir ætluðu að losna við að þurfa að taka á móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB. En núna er 80% af ungu fólki undir 40 sem vill aftur inn vegna þess að þetta er bara ömurlegt. Og það er eins og sumir talið þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kongur ríkir sem að ráði öllu. En við vitum að ESB er bara svona reglífa samtök þar sem að fólk er sammála það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu. Við erum mjög lík, við komum af þessum Evrópuþjóðum. Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag, en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum, innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðki. Þannig að það er erfitt í landi, en það kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér. Eins og þar sé, ég man þegar einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað þeir hefðu gert vel, annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukinn kaupmátt. Víst við getum farið á Temu og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég, og þetta er mikill kaupmáttur, en hvað hefur látið í minnipokan? Það er velferðin, það er innviðir, og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn, og það er glæpur, það er bara þjófnaður að mínu mati, og þjófnaður er glæpur að því þeir vilja bara einkavæða arð og svo ríkisvæða tap. Við getum sitið uppi með það. Við sáum það kannski helst eins og til dæmis með HS Orku, þegar að það er selt til einkaaðila, og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag. Svo kemur eldgos, hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða milljörðum í að passa upp á, auðvitað þurfum við að passa þess að því það þarf heitt vatn og annað, en þeir þurfi ekki neitt að borga. Mér finnst þetta óréttlátt, sumum finnst það kannski ekki, en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp, og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta. Þeir sem hafa hæst háa skatta, það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningum. Og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir. Núna eru svona ESB sem segja nei, að tala kúlulánadrottninguna. Maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað. Hvort að talaði 1700 milljónir, 1,7, en það voða lítið talaði þess að 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa. 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náðu ekki einu sinni 100 miljardum. Maður velti í stundum fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á. Ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort það var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka, og hún sagði af sér. Ég meina, einhver sem notaði hann í leigubíl sagði af sér. Já, eitthvað svoleiðis, eitthvað smáræði, en hér komast menn upp með allt mögulegt. Komast upp með? Sko, ég hef ekki lesið bókina, en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð, og hann skrifa bók
þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavæddur, tengdum aðilum og fleira. Svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar, það var verið að spurja þetta. Það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði. Hann kemur hér, seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna, hvað þetta rosalegt, en það ekkert gert. Það segir mér það að þeir sem á þingi, sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging. Þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi. Já, og þeir legg ekki, þeir þor ekki. Ég held að því núna orðið svo há laun, þeir eru búin að hækka laun sín langt umfram svona almennu vinnumarkaði. Þeir voru ekki ofsælir af launum sínum frekar en bara verkamenn hérna kannski áður fyrr. En núna eru þeir konið með laun sem ég finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun. Og embættismenn eins og forstjóri Landsvirkjunar sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og níðast og nauðga jörðinni. Hann notar náttúrulega ekki níðast og nauðga, ég að búa það, ekkert að búa það til. Það svo upplifun sem ég hef. Þetta neðri hluta, að virkja neðri hluta Þjórsár ekki komið nóg. Þetta líka spurning kynslóðirnar sem að koma á eftir okkur. Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni. Það segir sig sjálft. Það segir sig sjálft og þeir til dæmis talað að það sé nú ekki vindmyllum, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur hort á þáttinn þegar var verið að taka niður vindmyllunar í Þykkabæ. Það var hræðilegt að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keyra þessu öll í burtu og fleira. En svo séu sumir það sé ekki mengun af vatnsvirkjum að sökkva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Hvolsvelli þegar það var verið að virkja þarna upp í Sigöldu og upp í Þjórsárverum og fleira, Búrfelli. Auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott. Við notum bara 1/5 af orkunum sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski fara að framleiða bara grænmeti, allt grænmeti sem við þurfum. Grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín. Já, hvernig stendur á þessu? Til hvers þessi stjórnmálamenn? Og til hvers þessi stjórnmálamenn? Mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðildarviðræðum. Þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda. Ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á? Já, það góð spurning. Já, svo þetta náttúrulega stundum svolítið erfitt. Föðurfólkið mitt mjög vinstrisinnað, flest hvert. Amma mín var mikil kvenréttindakona og stofnaði kvennafélagi Framsókn held ég, eitthvað mikið. En svo austur á Hvolsvelli, þar á ég fólk sem mér þykir svo undurvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitík líka samtal og svona þar sem góðmennskan við völd
og hjálpast að Framsóknarflokkurinn og systkinabörn mín 2 hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt þau, Ingibjörg og Ísólfur. Þetta fólk sem ég myndi treysta lífi mínu sko fyrir. Þetta svo gott fólk. Þannig þegar ég segja aldrei kaus ég Framsókn, þá það ekki þau. Því Framsóknarflokkurinn, hann var allt öðruvísi því ég var krakki. Það voru allir að hjálpast að og allt sem við þurftum fékkst í kaupfélaginu. Og þegar ég og fyrir maður minn byggðum, þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fókælt hús og seldu okkur á kostnaðarverði. Það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta. Hjálpast að, veri ekki að ræja náungan, bara, já, ég má minnast á það, ég má kannski segja það. Að 17. júní var í gær, en það 18. júní í dag og afi minn fættist hann dag aldamóta árið, Íslefur Sveinsson. Og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekkt þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu. En þetta hátíðsdagur hjá mér, 18. júní. Já. Við skulum aðeins nú okkur aftur að já, við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjenda á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem hefur verið að setja þarna upp, flóttamannabúðir? Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta er. Nú búið að vera flytjum fullt af fólki. Hér hefur aukið sklæpatíðin og annað, en þetta fólk sem flóttafólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja, reyna að finna betra líf, bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara opnum bátum bara yfir til Bandaríkjanna og Ástralíu og annað. Og ég held að sé í eðli hverra manneskju að reyna skaffa börnunum sínum Öruggt umhverfi og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að þau komast inn í landið og annað og eru hérna, þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar, það er bara að hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft. Ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði þær því ekki sko, eða vilja það ekki, af því það er ekkit sérstaklega vel búið að börnum. Við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla og hvernig það er þegar að börn og unglingar lenda í vanda. Það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýlega dæmi sanna. Þannig að það sem mér finnst það að setja, það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldrana einhvers staðar í hús þar sem þau fá ekkert að fara út og börnin eru þar. Ég á bara ægilega erfitt með þetta. En ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka, við getum ekki tekið á móti öllum, en ég myndi ef ég reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn, að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi, í stað þess að vera flytja hérna fullta fólki inn frá Austantjalslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér. Þau eru ekki að koma með börn, það fullt að bara farandverkamönnum sem eru að koma hérna. Já, það er líka spurning að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblína á einhverja reglur eins og Útlendingastofnun gerir. Hún fer bara strangt eftir lagabókstafnum án tillis til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina, leyfi ég mér að segja. Ég þegar að segja því ég nú bara í sjónvarpsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær, ég svo heit út í
þessa stofnun, útlendingastofnun, ég er búin að vera oft og mótmæla. Ég hef farið búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið. Það átt að reka hérna, ég var búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðinn í Tjarnargötu og þarna komu þær niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta, hvernig getur fólk verið svona kátt og þá að vera að reka fjölskyldu með börn, jáfnvel sem eru fætt hérna, samber rússnesku tvíburuna, 10 daga gamla. Þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna mér er sagt að ég verið bara að vinna í því sjálf og ég veit það, ég ábyrgð á eigin tilfinningum. En hvernig er hægt að gera svona gegn börnum? Ég næði ekki, þannig að ég er svo heit að ég sennilega, hvað á maður að kalla það? Óhæf til að fjalla það, því ég bara verð svo reið. Mér langar bara að blóta þessu fólki í sand og ösku og jáfnvel berja það, svolítið. Ég hef samt ekki látið það eftir mér, en þegar ég fór alein, ég ætlaði þetta grjóti, en að því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti, þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keyrð þarna framhjá og ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutlað bolta þangað, en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður, svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir. Hann talaði við mig eins og ég er náttúrulega fullorðin, þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en þegar ég var 20 ára. Hann kom og sagði, heyrðu, vina mín. Og svo bara tekur hann mér fangið. Og ég held ég hefði grátið 1-2 daga, sko. Þá hætti ég og fór heim. Og ég veit það er ekki gott að vera svona. Ég þarf að hafa heimil á mér. Ég græði ekkert á þessu, en ég verð stjórnlaust, því ég verð svona reið og sorgmætt saman. Sama tíma. Ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa, hugsa með sér, hvað er kona sem orðin 78 ára gömul, þú varst ekki að leyna því, þú sagðir það áðan. Hvað er konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla, rífa kjaft á ég leyfi mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook. Hvað fær þið til að gera? Er þetta bara réttlætiskendin? Já. Ég er alin upp á milli 2 bræðra, frábæra bræðra, og í móðurlegg var mikil svona kvenréttindi virt. Pabbi minn var eini sonurinn. Hann lærði þó brjóta saman þóttu annað, en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér. Ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó. Þannig ég byrja bara strax sem krakki að mótmæla að ég að gera eitthvað meira, af því mér hundleiðast svona. Ég vildi líka vera strákur, það má nú alveg koma fram, alveg. Ég öfundaði þá alveg ofbáslega, bræðu mína. Og sem betur fer, þá var þetta ekki núna, heldur í kringun rétt upp úr miðri síðustu öld, að því ég lék mér eins og strákur, ég klifraði og vildi vera dugleg eins og eldri bróður minn að teika bíla, en þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna, sko, bara hagaði mér eins og strákur og ég vildi vera strákur. Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika? Sko, þeir, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann var ekki svona hávær eins og ég. Hann komst upp með allt, sko, en elstur. Ég var alltaf svo hávær og
ég skil það vel að þetta var bara erfitt fyrir foreldra mína og oft í En þótti skólanum. það ekki bara við hæfi að strákar væru háværir og með læti og stúlkur átt þeir að vera... voru það ekki, ég var það. Já, stúlkur átt að vera Já. penar og hljóðlátar. Og ég vildi bara vera strákur, ég bara ofbáðslega langaði það, þangað til ég var kynþroska, þá vildi ég bara vera með þeim. En Ymba, þegar að þegar bara þessi viðbröð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum í athugasemdakerfinu að fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og að mótmæla því sem þú segir og þú hefur jafnvel fengið símtöl og annars slíkt og gott ef ekki hótanir. Já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð símtöl. Eftir ég aðdyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið 3 símtöl og bara viðbröð með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga milljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hef ég fengið hótanir og svo líka annað. Hvað heldur þú að þú sért? Já. Það er dálítið mikið tekið á mig. Já, það er svolítið merkilegt. Og það er dálítið, það er jafnvel fólkið mitt sem segir slíkt. Já. Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlusta einhver á þig? Já. Vill að meina að þú sért ekkert nafn, þú ert ekkert fræg í samfélaginu. Nei, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein frænka mín sagði hvað heldur þú sért, þú getur bara skrifa forsætisráðherra. Já, en ekki hvað. Eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk. Það skiptir ekki máli hvort það er að taka rusli frá mér eða hvað. En ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki, það hefur gert eitthvað sem mér finnst er á móti minni réttlætiskend sem þarf ekki að vera réttlætiskend annara. Ég geri mér grein fyrir því sem særir siðferðis og réttlætiskend mína, þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum jáfnvel og mikið sko og teka alveg til mín. En núna er ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, orð eru bara orð svo lengi sem ég líði ekki að fólk að ég er ekki að ljúga ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva, mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði ef mér langar að segja helvíti þá bara get ég alveg en sagt það eins og Guð almáttugur ég sé ekki munin þetta eru orð yfir sikkvotn hlutin. Þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu fólk vilja bara hreinlega sækja til saka fyrir eitthvað? Jú. Heyrðu, ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans eða föður hann Sigmunda Davíðs, ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast þegar hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann, ert þú þessi Ingibjörg Ottesen sem ert alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mig til saka fyrir að vera að ljúga hann sagði ekki á son minn eða mig eða ljúga á fólk. Og hver var þessi lygi að hans mati? Ég er búin að spyrja því það er náttúrulega hann segir það ekki ég er búin að spyrja hann en það er þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem er náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú einlígin og svo bara hann hvernig stendur á því að öfl eins og með flokkurinn
nær svona fylgi? Ég skil það ekki. Eftir, ég er ekki eina af þeim sem trúi slúðri. Slúðri bannað heima hjá mér og það var bannað að ég var krakki, það var tala kannski pólitík, en það var aldrei verið að níða niður fólkið og aldrei mátti maður tala nágrannan. Ég hefði aldrei trúað því sem framfór á Klausturbarnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það. Það bara, eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að bera upp á hann legarnar, eða þegar hann stökk út úr Háskólabíó þegar Sigurður Ingi vann hann í kosningum. Og ég er bara svona að ræða þetta þegar hann er á þingi núna, það er svo margt. Við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala um það, sko. Og ég hef verið að skrifa um það og Hans Snorra Másson og fleira, bara það þarf ekki að fela það. Nei, það þarf heldur ekki að fara neitt sérstaklega út í stefnu miðflokksins. Nei, bara hvað hún er ömurlega á allan hátt og hvað er verið að, og formaðurinn er lígalöpur og ekkert annað. Fyrirgefðu. En ég var sammála honum í einu máli og alltaf, ef ég er sammála einhverjum, alveg sama hver það er. Þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum, sem hann ekki er, að vera ekki með Landspítalann þarna eins og krabbameininn í miðbæ. Átt að færa hann út á Vífilsstaði. Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð. En þú spurðir sko, hvað er fólk að hugsa með því að kjósa flokkis og miðflokkin? Já, hvað er fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Það er þetta ekki sömu lögmál sem gilda hjá fólki? Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna, eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi, miðflokkurinn, þessi ofboðslega frekja að geta ekki sko, þeir eru svo ólýðræðislegir. Tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill. Já. Einba, ég ætla aðeins að hvíla á pólitíkinni núna, svona í lokin og ég talaði um það áðan og spurði því hvað er 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog. Kannski rétt að taka fram að þú köllu Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog. Já, stundum Imba. Ég segi það Imba 8 var ég alltaf kölluð í Hvolsvelli. Imba 8, ég var mikið þar. Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma og þú ert búin að gangi gegnum heilmargt í lífinu, þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það alls saman upp. Það má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbamein og svo greindist þú sjálf með krabbamein. Þetta er náttúrulega stór pakki á eina fjölskyldu. Já. Það var náttúrulega alveg ofboðslegt áfallegar að eldri dóttir mín greindist að því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki hafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón. Læknar töluðum 6 mánuði. Hún greinist ekki fyrir hún er komin sko, með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir okkur öll náttúrulega, en hún átti 3 börn. Já. Mér fannst það verst. En hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum. Það var líka erfitt. Ég var dálítið mikið þar. Og það er svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út af vegna þessa. Svo 2021 þá er ég kölluð öllu heilli
að því ég var svo gömul, 73 ára, í svona tekk og ég hef alltaf mætt. Og svo hringt 7. júlí, 7. júlí, þá hringdi í mig og mér sagt að ég þurfa að koma aftur. Ég þurfa að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér. Og ég segi, akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabbamein? Og þá sagði stúlkan, ég bara á síman, ég bara ritari. Og svo kvöldið þá deyr mamma og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum. En vinkona mín fór með mér þarna á þriðjudegi eða eftir helgina og þá var ég með krabbamein. En það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo. En ég beið með aðgerð þangað til búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu. Þetta var á COVID-tímum og svo kom þriðja áfallið þegar að dóttir mín greinist sem kynnt okkur. Hún Bóel, að þá hún líka með þetta brjóstakrabbamein. Þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna. Ég held að sé púðrið, þarna Johnson & Johnson púðrið. Ég notaði svo mikið af því þegar stelpurnar voru litlar. Já, heldur það? Ég held það. Það eru málaferli út í Bretlandi vegna þess, þá voru taupleigur. Og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki, þannig ég notaði ósparta Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum, alltaf En sem betur fer, þá fannst þetta krabbamein hjá Bóel snemma. En hún fekk, ég bað að bæði brjóstin eru tekin af mér. Nei, en þeir neituðu því. En ég krabbafrí allavega, það komið 5 ár. Eru væntanlega fundist þetta að vera dágóður skammtur sem varst búin að fá þegar hinn dóttir þín greinist? Ég veit ekkert það. Ég hugsa voðalega lítið út í þetta. Ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að hálfu ári áður en að Sirri mín deyr. Hún fékk krabbamein og hún var mjög æðrulaus. Hún var ekkert æsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu. Af því það ég held að það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameinið. Já, og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við þar sem að kemur upp á, en sumt get ég ekki tekist á við. Ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé besservissi, ég veit ekki, kannski. Hefur þér aldrei dottið í huga að fara sjálf út í pólitík? Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður en ég eignaðist þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða þarna 18 ára á milli og þá var ég að hugsa það. En svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átt að fara að sameina flokkana, kvennalista, alþýðuflokk og alþýðubandalag, þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík. Ég bara svona sem, ég sel ekki sálu mína, ég gæti það ekki. Þykist nú vita það. En hvað ætlar að fara að gera í sumar? Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana. Já. Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar. Og bara vera heima og svo það nú alltaf
að reyna að komast í einhverja ferð með þér landið, hvenær það verður, ég veit það ekki, en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera. Nóg að gera, já. Takk fyrir að koma, Ingibjörg Ottesen, og láta allt flakka, vil ég leyfa mér að segja, vegna þess að ég átti nú reyndar von á því, en ég held þú erið miklu harðorðari en nóg nú samt. En mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin. Gangið þér alltaf sólu. Já, þakka þér fyrir. Þakka þér kærlega fyrir. Þetta mér lokið á þessu sinni. Heyru síðar, verið sæl. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Já, komið sæl. Það þá lokaatriðið í Rauðaborðinu í kvöld. Til mín kominn Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður. Víðir, velkominn. Takkar. Við höfum nú hist hérna áður. Já. Heyrðu, byrjum heima. Það í Íslandsmótinu, það hérna Víkingur KR, þetta var stóri leikurinn. Og sigur Víkinga var aldrei hættu. Ég segi það kannski ekki, en eftir 2-0 reyndar, þá var nokkuð ljóst að þeir voru að sigla þessu heim, en káringarnir spiluðu djart eins og þeir hafa gert og þeir létu það hafa fyrir því allan tíman og Víkingarnir voru í svona, lentu bara oft í að vera í nöðvörn, bara að verjast, en gerðu það vel eins og annað í þeirra leik. Þeim líður ekkit illa að láta liðin sækja á sig og verjast í vel, vegna þess að þeir spila fantagóða varnarleik pluss allt annað. Þannig að þetta var svona, þeir refsuðu káringunum grimmilega í þessi 2 skipti sem þeir skora og eru það sterkir að þeir káringar mistu af dauðafærum eða góðum færum og svona sem Já, það er bara eins og fylgir í þessu og það var eiginlega þurfti þetta Víkingslið til að KR skoraði ekki í fyrsta sinn í 16 leikjum í röð í deildinni. Hugsaður. Sem líka magnað, það finnst mér líka að KR hafði aldrei skorað minna en 2 mörk í þessum 15 leikjum á undan. Það ekki einu sinni skorað 1 mark í leik. Síðan þeir mættu Víkingi síðast þetta í fyrra. Þá hefðu skorað minnst 2 mörk í hverjum einasta leik frá þangað til núna. Þetta er svona skák þjálfarana svolítið. Já. Sölvi Geir og Óskar. Já. Og það var nú ekkert gott á milli Óskars og þeirra þegar Óskar var með Breiðablik. Þannig að þetta var svona smá spenna og líka að káeringar fengur bara að standa á vörubrettum. Já, það voru alls konar svona liðardæmi kringu þennan leik og menn gáttu verið að svona argast hvort í annan og það er bara skemmtilegt, það fylgir þessu og það er bara myndast þarna rígur á milli sem er heilbrigður á flestu leyti og bara partur af þessu. En svo þarna í skuggunum eftir, þar eru Framararnir. Já. Og þeir eiga leik við Víkinga næst. Fram Víkingur í næstu umferð, næsta sunnudagskvöld og það verður svakalega áhugaverður leikur. Fram búið að vinna 3 síðustu leiki 4-3 og þeir þurfa nú aðeins að passa upp á varnarleikin hjá sér þegar þeir fara að mæta Víkingum. Ég er bara svo miklu að trúa á Rúnari, hann gerir það. Já, þeir þurfa... Hann er búin að vera þessi ár sem hann er búin að vera með Framarana að svona byggja upp lið og nú er hann í 3. sæti og ef þeir vinna einu leik minni KR og ef þeir vinna þennan frestaða leik, þá er eitthvað einu stíu upp fyrir KR. Þannig að þessi 3 lið, Víkingar eru efstir, alveg pottþétt. Og svo er það KR og Fram. Það eru einu liðið sem geta ógnað Víkingi. Það er klárt. Það er svo langt í, Breiðablik eru orðið 15 stigum eftir Víkingi. Það er alltaf mikill munur á þessum tíma og hjá þeim snýst þetta bara að koma sér í baráttunum með Evrópusætin. Á meðan
Já, Fram og KR eru í alveg úrvalsstöðu til að í það minnsta elta Víkingana. Já, en það var það þannig. Já. Og þess vegna er leikurinn sko Fram Víkingur, var þýðingar mikill. Já. Framhald að gera. Já, ef eins og þetta er núna, ef einhverjir gætu stoppa Víkingana, þá eru það Framarar. Já. Það verður virkilega. Þú varst nú að skrifa það líka að sko Rúnar er aldeilis með reynslu. Já. Sem þjálfari, þú veist það var ekki með 300 leiki. Það var 300. leikurinn hans sem þjálfari í efstu deild. Var hvaða leikur? Sem er magnað, já, núna síðasti leikur hjá móti Káa. Já. Og það eru bara í raun 2 sem að hafa stýrt liði í fleiri leikjum í deildinni. Það er Guðjón Þórðarsson vandalega? Nei, ég var náttúrulega svo mikið erlendis að hann er því ekki, sko. Það er náttúrulega Heimir Guðjónsson er náttúrulega leikjahæstur. Já. Og á eftir honum kemur Óli Jó, hinn einu og sanni. Og svo eru þeir jafnir núna í 3. sætinu Rúnar og Logi Ólafsson. Og Logi Ólafsson. Já. Þannig að Rúnar siglir fram og Loga í næsta leik. Já, Logi var bekkja bróður minn þegar ég var í barnaskóla Garðahrepps. Já, í gamla Garðahreppi. Já. En svo er það náttúrulega merkilegt náttúrulega að Heimir og Rúnar, að þeir skuli vera bara í barnasku. Spilið þeir saman á miðjunni og KR upp alla flokka. Litli og stóri eins og það var þá. Já. Heimir var svo stóri eftir aldrei. Hann var langstæðstur af öllum. En þeir eru jafnaldrar og hafa fylgst að í fótboltanum bara í raun alla tíð. Og eru búin að vera síðan keppinautar sem þjálfara núna í mörg ár. Heimir, þeir mætast ekki ár því að Heimir er í fyrstdeildinni með Fylki. En það er sko þeir fylgjast það svona en svo er það líka hvað ætla ég að segja? Ég maður það ekki. En sko þessir menn eins og segir, Heimir hann er látið fara frá FH, hann fer í Fylki. Mér finnst það flott hjá honum. Það er virkilega flott sko. Já, það er bara... Það er alveg örugglega autt borð og hann fær að... Já, hann tekur við svona liðið sem hjá Fylki sem allir miklu vonbrigðum í fyrra, menn held að færi beint upp aftur eftir að hafa fallið. Og nú er hann búinn að taka vel til þar og er með þá í toppbaráttunni í fyrstdeild og þeir eru alveg líklegir í þeirri baráttu sko. En hvernig finnst þér þjálfaraskiptin hjá Stjörnunni? Þetta er náttúrulega svona vofði yfir, var búið að vera eftir þetta slæma gengi Stjörnuna núna bara eftir að þeir byrjuðu að vinna fyrstu 2 leikina og svo bara fór allt í skrúuna hjá þeim og svo það var greinilega kortin sem fylgdi mælinn, það var að tapa fyrir afturheldningu bikarnum. Þar fór greinilega hjá þeim svona síðasti möguleikinn að Evrópusæti. Þannig að síðan tekur Jón Þór Hauksson við, hann þekkir nú þetta umhverfi allt saman. Búin að þjálfa mikið bæði á Akranesi og hjá Vestra. Og þeir eru 3-0 undir bara eftir 25 mínútur í fyrsta leiknum, þannig að það byrjaði ekkert sérstaklega vel, en svo mun það bara einhvern veginn innu leikinn því að leikurinn, þeir jafnaði þetta í 4-4 og voru nálægt í að vinna Blikana áður en að flauta var af sko. Emil Atlason var í miklu stuði þetta. Já, Emil er náttúrulega einn albesti sendir í þessari deild. Hann hefur verið að ströggla alltaf svolítið með meiðsli þó að hafa haldið aftur á honum. En hann er svo beinskeittur og sterkur sendir. Hann er náttúrulega eitt sá albesti í þessari deild og ef einhver á eftir að skjóta Stjörnunni eitthvað aftur upp deildina þá ára Emil ef hann helst til. Já, hann líkist svolítið pappa sínum svona. Já, það eru alveg... Hann var stór, mikill, til sín taka. Það eru svona kannski öðruvísi leikmaður samt sko, en samt það eru líkindi með þeim. Það eru algjörlega líkindi með þeim. En Atla mun ekkert að fara í spila sóknarhlutverk. Atli náttúrulega var svo mikið kameljón, hann spilaði allar stöður sko, og það var sama hvort hann var á miðjunni eins og hann var framan af, senter eins og hann var þegar hann fór í svona fullt í sem var komið vel að vefi í atvinnumennskunni og svo þekktu hann sem svakalega varnarjaxl á lokasprettinum. Þannig að það var alveg sama hvar á vellinum hann var. Já, þegar hann var í KR þá var ég svolítið að vinna þarna svona leikskrár og fleira. Þetta var flottur maður. Hann fór vel í húsi. Hann gerði það. Ég vann með Atla eitt tímabil, fyrsta tímabilið hans í þjálfun hjá HK í Kópavogi og ég svona get alveg
aðeins monta með því að ég dróði hann út í þjálfun þannig að fyrsta haustið eftir hann hætti að spila fekk ég hann til að koma yfir í Kópavog og taka við HK sem var þá nýkomið upp úr 3. efstu deild og hann leysti það virkilega vel hann kenndi strákunum gífulega mikið þetta sumar sem hann var með og tók svo fram skóna sem hann ætlaði ekki að gera, spilaði seinni hlutana á mótinu og hjálpaði liðinu að halda sér í deildinni og hann var alveg stór skemmtilega karakter að vinna með sko. Eftir hann lést hann áni, þá skrifaði Elisabeth Jökulsdóttir svona minningagrein eða hvað maður kalla það að þá hafði sem sagt sennilega Emil og Jökull verið í sama aldursflokki og hún sagði að hann var svo sniður hann Alli, hann meiri þess að kendi með eitthvað rángstæðir. Já. Alli kendi mörgum margt sem voru í kringum hann. Já, en þetta spennandi hérna heima núna, virkilega, og líka í kvennabóltanum. Já, það er F á allt í hennu komið í efsta sætið. Með virkilega sterkt og skemmtilegt lið. Fóru fyrir Breiðablik núna í síðustu umferð og þær eru alveg til allsvísar það sem eftir en svo voru það óvænt frekar slegnar út úr bikarnum, komist ekki í undanúrslit og Breiðablik falli út líka, þannig að það eru áhugaverðir leikir eftir þar. Þróttararnir? Já, Þróttur með hörkulið. Þetta er besta lið sem Þróttur hefur átt? Já, þær geta... Í efstu til, karlaliðinu aldrei tekist það? Jú, þeim tókst það nú hérna á árum áður sko, en hérna þegar Palli Ólafs og félaga voru hérna á 9. áratugnum, þá voru Þróttarnir helviti skemmtilegir. En það hefur verið erfiðar í það með setni tíð en kvennaliðið er virkilega gott og búið að vera stabílt þarna í topp 4-5 núna undanfærin 6-7 ár sko, bara eftir að það koma upp. Það er svona erfiðasta spurningin í fótbolta er hvað annað merkilegt gerist 1966 en að englendingar verðu heimsmeistarar? Hvað annað gerist merkilegt 66? Já, nú verður þú að segja mér það. Já, þá var Þróttur Reykjavíkurmeistari. Já, þú Já, þetta er góða punktur maður. Já. Ég menn gandast nú þetta, eða gerðu þetta er nú svo langt síðan ég var á. Heyrðu, en heimsmeistaramótið. Hvað heldur að Íslandingar haldi mest með englendingum? Ég held að Englands, bara þrátt fyrir allt sé enska landsliðið það vinsalasta á Íslandi, já. Ég hugsa að það sé þannig því að... Kannski að því að fólkið þekkir flesta leikmenn. Já, það er eins og maður átt sagt að enski boltinn sé vinsalasta íþróttin á Íslandi og það er mikil sannleikur í því og þetta er náttúrulega, þar eru flestir af þeim leikmönnum sem við þekkjum og allt það en englendingar hafa bara verið svo ótrúlega góðir í því að klúðra öllu á stórmótum. Núna fara þeir bara betur af stað heldur ég man eftir. Þessi leikur þeirra við Króata var bara hreint frábær. Og bara á báða bóa, 4-2 leikur sem að Króatarnir láguðu þungt á þeim í stöðunni 3-2. Já, en ég fannst einhvern veginn aldrei hætta svona eftir að englendingarnir myndi sigla þessu heim. Þeir voru svona líklega en samt það eru, ég set spurningamerki við vörnina og markvörsluna hjá þeim. Jordan Pickford er nú ólíkinda tól en hann getur fengið á sig ódýr mörk og mér finnst hann ekki vera í þeim standard sko sem að englendingarnir þyrftu að hafa eitthvað sko Courtois eða Donnarumma eða eitthvað slíkar markmann. Pickford er langt á eftir þeim. En hann hefur siglt vel í gegnum stórumót og hellingsir einslu og allt það, þannig að kannski verður það allt í lagi. Vörnin getur verið orðið spurningamerki hjá þeim. En þú segir það var einmitt sko, hann er bara 1,83-4 á hæð, eitthvað? Já, hann er svona öðruvísi og er bara öðruvísi markmaður en þessir, svona hinnir toppmarkmaðurnir. En við sáum bara allins hvað Harry Kane er magnaður sóknarmaður og það kom bara vel í ljós hvað hann er góður í hlutum að draga sig aftur á völlin og koma með sendingar og mæta svo sjálfurinn í tegin og allt þetta. Hann er alveg einstakur nánast í sinni röði í heiminum í dag. Bara hvernig hann spilar sko. Það er alveg rétt að maður tekur þetta í því hann er kannski bara komin aftur á sko débóunum. Já, því hann er svo óbúslega klókur, hann á svo góðar sendingar fram völlin
að þetta svo bara sterkur þáttur í hans leik. Hann ekki svona senter sem bara inn í teig og býður, sko. Nei, ekki temmigun. Og það ekki takt að setja á hann mann eða eitthvað þannig séð, sko, því hann bara út allt, sko. Já, svo hann náttúrulega, hann markaskórar náttúrulega, bara lífans sannar það að hann bara guðnáð. Þetta alveg ótrúlega markheppin eða marksækin. Já, hann ekki heppinn. Nei, marksækin, ekki að segja það. Ég held það í hans tilfelli, hann með ótrúlegt auga. Eitthvað lið annað sem komið þér óvart svona jákvætt? Það sem ég sá af fyrsta leik, ég sá fyrirháleikinn hjá Bandaríkjunum á móti Paragvæ. Mér fannst þeir stórskemmtilegir. Þeir komið mér óvart, þeir eru hraðir og kraftmiklir og það verður svona fróðlegt að sjá hvernig þeir halda áfram í mótinu. Svona þegar þeir fara að mæta sterkari liðum. En svo ég fannst framistæðan hjá Kongo á móti Portugal. Ég sá hann. Þeir lenda undir eftir 6 mínútur og maður held að þetta yrði bara gönguferð í garðinum eins og englendingarnir segja. En það var svo langt frá því og undir loki þá voru það Portugalarnir sem voru eiginlega að tefja leikinn en ekki Kongobúarnir sem voru að reyna að spila til sigurs. En reyndar í þeim leik þá kom svolítið, kemur Portugalum svolítið koll að þeir eru eiginlega manni færri allar leikinn. Cristiano Ronaldo orðin 41 árs og það sést og ég botni ekki í því af hverju þeir halda honum inn á í 90 mínútur því Kongó-vörðin var gjörsamlega með hann í vasanum. Þú átt alltaf vona á einhverjum skyndilegum snöggum töfratilþrifum eða eitthvað en þau sáust ekki þarna og ég hef heyrt þetta á portugalsku blaðamönnum bara undanfarin ára að menn orðin þetta pirraðir á því að hann skuli vera alltaf þarna í framlínunni hjá þeim því að þeir eigi betri sóknarmenn í dag. Ég sá að skiltir eitthvað 228 landslík. Já, hann alltaf búin að slá öll met og eiga stórkostlega feril og verið bara reynt frábær í ótrúlega langan tíma. En hann miðað við þennan leik og meira sem að séð af honum hann bara, ég ætla ekki sami leikmaður og hann var. Það bara nokkuð augljóst. Hefur ekki eftir þetta á hætta? Nei, og þeir einhver hluta vegna halda þeir honum inn og hafa hann í byrjunarliðinu og hafa hann sem fyrirliða og láta hann spila 90 mínútur og samt gerir hann eins og þessulega gerði bókstaflega ekki neitt. Já, en er þetta ekki bara eitthvað móralst? Jú, eflaust þetta og eflaust þetta einhverju leyti fjárhagslegs eðlis fyrir portugalska sambandi og þeir sjálfsagt takkir meiri tekjur á því að vera með hann í liðinu en ekki og eitthvað slíkt sko En hinn stórstjarnan Messi, hann ekkert hættur sko. Nei, hann á allt öðrum. Ég vakti til að sjá Argentínu og Alsír og sá ekki eftir því að hann bara í ótrúlega formi ennþá, Lionel Messi. Hann skora náttúrulega öll mörkin og þetta engin það ekkert verið að færa hann með þessi mörk á silfurfati, hann að skora þarna 2 glæsilegum skotum og eitt með bara sinni eðlislæg útsjónarsemi þegar að McAllister á skot sem varið, þá var hann bara mættur á staðinn og hyrðir upp hrókastið og skorar. En veistu, hver aldursmunurinn á þessum stórstöðnum? Það 2 ár. Messi 39 ára núna í ár og Ronaldo var 41 árs og þannig að sjálfsögðu munar hellingum þessi 2 ár og það ekkert sanngjarnt heldur Ronaldo vegna að vera að bera það saman núna. Það var náttúrulega, þetta voru alveg ótrúlega keppinautar bara í 10-15 ár, bara 2 bestu leikmenn heims. Í dag getum við ekki verið að bera það saman, það ekkert sanngjarnt á neitt nátt því að Messi bara í frábæru formi, ég sýndi það þarna. Við sváum þetta líka daginn þegar Ísland mætti Argentínu að í 70 mínútur bara stendur íslenska liðið í Argentínu bara í stöðun 1-0 og alveg inn í leiknum. Svo kemur Messi inn og 2 mínútur seinna er leikunum bara búinn. Hann reynilega bara komið alltaf að vítt í leikinu og svo spilar hann þarna eitthvað 80 mínútur þarna móti Alsír og skorar 3 mörk og jafnar marka með HM og allt þetta sko. Hann til allsvís það sem eftir að segja keppni en eflaust þurfa þeir að reyna að hvíla hann eins og þeir geta. Ég sé það nú alveg fyrir mér sko ef þeir verða komnir áfram eftir 2 leiki, þeir mæta Austurríki næst og ef þeir vinna þann leik þá er það Jórdaníu í 3. leik og þá geti nú trú að hann fengi nú bara góða hvíld og kem ekki til sögu í þeim leik sko.
Já, verða náttúrulega að gera það. Já, þeir þurfa að passa rosalega vel upp á hann. Þeir þurfa lengur að ná sér eftir leikina. Þeir þurfa á því að halda ef þeir ætla að verja þeirra hinsveistaratitil eða vera í baráttunum verðlaunarsætin, þá verða þeir að passa upp á að halda honum ferskum út mótið og það gæti verið ákveðin kunst. En eins og leikurinn hjá Portugal og Kongo, að það var, Ronaldo var engin greiði gerður með því að vera að inn á. Nei, þeir átt að, Martínez hefði þurft að skipta honum út bara eftir klukkutíma eða eitthvað og henda einn ferskum sóknarmanni í staðin því að, varnarmenn Kongo voru svo gjörsamlega með hann í vasanum og hann komst aldrei, Portugal átti fullt af fyrirgjöfum og hotspyrnum og slíku og hann komst valla upp í mann hvort hann náði að vinna eitt skallabolta eða eitthvað. Það var ekki meira en það því þeir voru bara með hann í vasanum. Og svo hreyðist hann ekkert hann var ekkert að koma og opna fyrir aðra eða svona eða losa sig og koma sér í aðra stöður. Hann bara beið eftir að fá réttu sendingar og þær kom aldrei. En svo getum við bara, hann ólíkindatól og hann væri vís til að skora, til að tróða ofan í okkur alla og skora þrennu í næsta leik út Úsbekistan. Já, það getum við ekkert. Þetta var svona sárt að sjá þetta eitthvað. Já, skuggina sjálfur. Gerði sinni ímynd engan greiða með þessu, en það svo bara allt annað mál. Hann á eins og einn, hann gæti vel átt eftir að svara fyrir sig. Já, en hvernig stóð því, það var í Evrópumótin hefði vunnum Englendingina. Já, sem Ísland vann England. Já, það var EM. Þá voru við 2 vetur út á Spáni og Jókonan og vorum að spila golf og stundum við Englendinga og þeir tölu bara vallum annað en þetta. Og þeir þau voru hættir að vera fúlir. Þeir samglöddust bara. Já, það skiljanlegt þegar að smáþjóð kemur og vinnur svona mótherja, þetta væri bara alveg eins og eða myndi gerast núna á HM að Kúratjá eða Úsbekistan eitthvað færu að vinna eitthvað á stórþjóðunum. Hvað þá að komast í 16-8 úrslit. Svoleiðis alltaf ævintýri og það hafa lúmst allir gaman að þau, jável þó að þeir séu þolendur í ósigrum á móti slíkum liðum. Já, og það meir sem þeir tölum meir sem Gumma Ben. Já, hann brjálaði sjónvarpsþjálfurinn. Já. Nei, þannig að þeir voru ekkert þessi venjulegi Breti, eða Englendingur, hann var ekkert í fíluð og það setja bara svolítið svona eftir á, bara sætt, Já. En það eru fámenna þjóðir sem eiga kannski eftir að gera eitthvað gott. Já, við sáum náttúrulega bara eins og Grænhöfðaeyjar tóku stig af Spánverjum. Já. Það var markalaust jafntefli og það búið að vera fleiri svona leikir þannig að eins og Belgar lentu í vandræðum í Egypta sem Egyptar eru reyndar engin smá þjóð í fótboltanum en samt 1-1 í þeim leik. Þannig að það er búið að vera fullt af svona og þetta er líka oft svona í fyrstu umferðinni. Það er allt í lagi að gera jafntefli í fyrstu umferð. Þú mátt helst ekki tapa í fyrstu umferð. Þú þarft að halda þér svona inni og vegna til liðið sem tapa í fyrstu umferð þau eru komið bækið upp í vegg núna strax í annar umferðinni sem er að byrja annað kvöld. Þá verða þau helst að vinna. Og svo verður fjandinn laus í þriðju umferðin þegar allir eru að spila að komast endanlega að komast áfram eða komast í hagstætt sæti og þriðja umferð verður oft í svona riðlakeppni verður oft svo langskemmtilegasta. En svo þegar að það er búið núna, þessi riðlar eru búnir, að hvað tekur þá við? Þá tekur við útsláttarkeppnin. Þá verður búið að senda 16 neðstu liðin heim. 32 standa eftir og svo er bara spilaður útsláttur til loka. Þetta er bara einni umferð meira en þetta var. Áður var snerðstum að komast í 16 liða úrslit en nú eru það 32 liða. Sem 32. Og þannig að útslátturinn hefur bara lengstum þessa einu umferðin. Við á allt öðru. Nú er smá deilur, en ég held samt í góðu. Hver er þjóðaríþrótt Íslendinga? Ég heyrði þessu umræði hjá honum, heyrði hennar þátt hjá honum Þorkeli vinni mínum á RÚV og það er skemmtilegt að heyra þessi sjónarhorn glímumenn að telja sig ennþá eiga þetta
að þetta hafi verið samþykkt á íþróttaþingi hérna á sínum tíma og þar með bara standi það aldur og ævi að glíman sé þjóðaríþróttin. Það svo, svo handboltinn kallaði sér þetta, niðurstaða Þorkels í þættinu var svo að það væri handbolti kalla í janúar. Það væri það skilgreinað þannig. Það væri þjóðaríþróttin. En þetta er fyrst og fremst bara svona skemmtilegt þras sem er hægt að fá út úr þessu. Minnlust. Algjörlega. En það er hérna talandi hvað við eigum marga og höfum átt marga skemmtilega flotta handboltamenn. Já. Þetta er alveg bara... Íslandi komst náttúrulega bara mjög snemma inn á háan stall í alþjóða handbolta. Það eru bara í 7. til 10. sæti á fyrstu heimsmeistaramótunum bara strax 1950, eða sem að þessum fyrstu 1958 og 1964, 7. sæti þar minni mig. Og með Labba sem aðalmann, Gunnlaug Hjálmarsson. Og svo fer boltinn, rúlar hann heldur betur á stað eftir Ólympíuleikana í Los Angeles 84. Bara frá þeim tíma hefur bara verið gert tilkall til þess að Ísland sé alltaf að reyna að slást verðlaunasæti á stórmótum sem er náttúrulega í senn bilað og magnað. Já, ég mani því að það var á sjónum og vetravertíð þegar var lýsing í útvarpi og sem leikjum þá var varla hægt að draga net það var bara maður heyrði öskrin á milli báta það voru að fagna geta alveg vel trúa því þetta verður svona stemming og svo náttúrulega þetta snýst náttúrulega það bara hvaða íslenska lið nær langt og handboltinn hefur gert það lang oftast í ykkur 90% tilfella en svo sáum við hvað náttúrulega varð allt vittlust þegar að karlalandsliðið fótbolta komst á EM og HM 2016 og 2018 þá var það náttúrulega þú kannst alveg sagt að í smá tíma hafi þjóðaríþróttin skyndilega snúist íslenska karlalandsliðið fótbolta og svo hefur kvennalandsliðið fótbolta náttúrulega komist á 5 stórmót í röð og allt það þannig að það geta margir slegið yksinni á þetta tímabundið. Já, en það kannski er það líka svona minnlust. Við vitum alveg að glíman er íslensk íþrótt. Já, það er íslenska íþróttin og það eru góður rök á bak við það að glímar fái að halda þeim hérna þessu nafni. Já, geta verið hinn 11 mánuðina. Það eru spennandi leikir framöndan. Það er nóg að gera hjá okkur áhagamönnum knattspyrnuna. Það er bara flottir leikir núna framöndan á HM. Við erum að sjá Skotland Marokkó til dæmis og það er stutt í Holland og Svíþjóð. Já, alveg rétt, ég var að flesta þess, og það eru fleiri svona skemmtilegi leikir á næstu dögum sem Norðmenn, þeir eiga Noreg og Senegal, það verður mjög áhugaverður leikur. Senegal er feikilega gott lið, stóðu í frökkunum, verður að sætta sig að tapa 3-1 sem er engin smán í því og það sá hluti sem sá á þeim leik, þá voru Senegal mjög sterkir eins og þeir bara hafa verið í langan tíma. Þannig að Senegal-Noregur getur orðið einn af svona hápunktunum í þessari annarri umferð. Senegal verður að vinna. Norðmenn tóku þarna Írak samfærandi 4-1 og 2 mörk frá Erling Haaland sem að hérna stimplaði sig rækilega inn. Fyrsta skipti á þessu sviði. Þannig að það getur orðið einna mest spennandi leikurinn í þessari annarri umferð. Við ég þakkaði mikið vel fyrir. Þetta er gaman þegar svona mikið að vera, en takk fyrir og við þakkum fyrir þeim sem fylgdu okkur í kvöld en rauðaborðinu er þá lokið.